Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan fyrsta þátt ársins 2026 hérna í hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Mér langar náttúrulega bara fyrst að þakka öllum sem mætti í himnastigan á nýjársdag. Nei, þið vitið ekki hvað þið glöddu mig mikið. Það var svo gaman að sjá öll þessi bros og ég var svo rík af faðmlegum eftir daginn. Og þið sem vitið ekkert hvað ég er að tala getið kíkt á Facebook 2026 himnastigar, en ég var með viðburð í himnastiganum og við ætluðum að ná 2026 ferðum upp og niður himnastigan þennan dag, en ferðirnar urðu 3311. Enda mættu hátt í 1000 manns í stigan, fólk á öllum aldri. Elsti þáttakandinn var 93 ára. Gera aðri betur og yngsti bara 1 árs, eða valla orðin það. Þannig að mér langar bara að segja enn og aftur, takk fyrir ykkur og þið sem ekki mættið núna, ég kannski sé ykkur bara á næsta ári, á nýjársdag. Framundan eru ótrúlega margir góðir viðmælendur og fróðir og í þessum fyrsta þætti þá fæ ég til mín hana Sigrúnu Haraldsdóttur, og hún ætlar að segja ykkur allt vakustaugina eða flökkutaugina eins og hún oft nefnd. En hún svona oft séð sem svona eins og umferðarstjóri eða eitthvað í líkamanum. Þar sem að hún ótrúlega mikilvæg samskiptabraut milli heilans og líkamans. En hún vinnur til dæmis við það að stýra öndunni okkar, hjartslætti, vöðvum, meltingu, koki, raddböndum og það sem mikilvægast, hæfileika okkar til þess að upplifa, vinna úr og fá botn í reynslu okkar. Og þetta því alveg ótrúlega mikilvæg heilataug og hún ætlar að segja okkur frá vakustauginni og hvernig hún hefur bara einfaldlega áhrif á heilsun okkar. Hún segir okkur líka frá bandvef, ofþöndu taugakerfi, hvernig við getum haft áhrif á það og haft jákvæð áhrif á heilsuna okkar. Þannig ég bara hlakka til að deila þessum þætti með ykkur. En ég vil líka nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum þáttarins kærlega fyrir stuðninginn. Af því að það skiptir mig ótrúlega miklu máli að vinna með aðilum sem deila sömu sýn á heilsu og ég. Og þetta nefnilega ekki bara samstarf, þetta sameiginleg vegferð að betri heilsu, meiri meðvitund og innihaldsríkara lífi. Og þessi fyrirtæki eru Virkja, Heilsuhillan, Spíran og Þín fegurð snyrtistofa. Og mig langar að byrja á því að segja að það að hefjast nýtt framhaldsnám hjá Virkja 30. janúar og síðast ég vissi voru örfá laus pláss. Það uppselt í grunnnámið í janúar en það hægt að fara í grunnnámið í apríl og þetta eitthvað sem ég get svo ótrúlega mælt með að fara í nám í markþjálfun bara fyrir sjálfan sig. Síðan það Þín fegurð snyrtistofa og hún á annarri hæð í firðinum í hjarta Hafnarfjarðar. Og ég get svo sannarlega mælt með allri þeirri þjónustu, ótrúlega fagleg, vel gert, hlýtt andrúmsloft og manni líður bara einhvern veginn alltaf ótrúlega vel þegar maður gengur þarna inn og enn betur þegar maður gengur út. Svo það Spíran og ég alltaf jafn þakklátt því ég heyri að fólk ánægt með heilsusalat, heilsueflu, en það enn á matsalunum og ef svo vill til að þú sért ekki búin að smakka, þá auðvitað hvet ég til þess að skella þér á Spíruna og prófa heilsusalatið. En ef þú vilt einhvern meiri mat, ekki salat, ekki það, þetta rosa mikill matur, en ef þið langaði bara í nautasteik eða fisk dagsins eða eitthvað, þá þið með ótrúlega mikið úrval og það alltaf hægt að sjá matseðilinn bara inn á spiran.is. Og að lokum það Heilsuhillan sem ég langar að þakka og heilsuvörur mánaðarins eru frá Better You. Og það sem ég nota langmest frá Better You eru sprayin, bæti efni í sprayformi og þá sérstaklega D-vítamín af því það náttúrulega svo ótrúlega mikilvægt núna í skammdeginu. En þeir eru með gríðarlegt úrval bæði fyrir fullorðna og fyrir börn.
En síðan eru þeir líka með alveg dásamlegar magnesíumflögur sem hægt er að nota í fótabað eða í baðkarið ef maður er með svoleiðis og láta líða úr sér þreytuna. En þeir eru með alls konar flotta vörur og ég get hvatt ykkur bara til að kíkja á artasan.is eða heilsuhillan á Instagram ef þið viljið skoða vörurnar þeirra nánar. En mig langar bara að fara yfir í viðtalið og segi bara gjörið þið svo vel. Hjá mér er hún Sigrún Haraldsdóttir og það er pínu komist hvernig í fyrsta skipti því ég hitt hana. Þá var maður eigin ekki verið að hlæja því, þá getum við kannski hlæjað því í dag. Já. En ég fór á viðburð á síðasta ári sem að Lilja Ketils og Jana Stengrims héldu æðislegan viðburð í Sjálandinu og þar var Sigrún með smá fræðslu vakusthugina og akkurat þess vegna fekk ég hana hingað í dag að ég minnst þetta svo áhugavert. En það sem gerist upp á sviðinu þegar hún er nýbyrjuð að tala að hún fær bráðaofnæmiskast. Viltu segja okkur eitthvað frá þessu? Ég skal hugsa eitthvað grei, hún er svo stressu, hún er þyrst, eitthvað svona held ég fyrst. Sko, já, í rauninni þá var það svona það sem mér datt fyrst í hug, sko, þú veist, að því ég hef nú oft verið með, þú veist, farið inn á fyrirtæki og ég er búin að vera með fullt af svona fyrirlesturum og svona aður og menn maður fær oft svona fyrst þegar maður er að byrja svona munnþurrk og eitthvað svona en svo bara fyrst líði það hjá en þarna þá bara fyrst byrjaði ég fann svona pínum fyrst þurrk en svo einhvern veginn var það aðeins betra sko og svo byrjaði alltaf að verða fyrst verra og svona fyrst yfirleitt finnum maður þetta bara svona alveg svona fremst í munninum en þetta fór að fara alveg svona aftur í sem sagt kok og fyrst og það sem að svona, ég áttaði mig á því að væri eitthvað svona skrítið að gerast því ég var alltaf svona að reyna að fá munnvatn og svona aðeins að breyta upp og eitthvað svona svo var ég farin að finna fyrir að tungan á mig farin að bólna upp og þú var róleg já, ég menn að því ég hef aldrei verið með ofnæmi fyrir neinu og ég hef aldrei lent í einhverju svona bráða ofnæmi og eitthvað þú veist, þannig að ég var ekki alveg áttum á hvað var að gerast þú veist, og ég var náttúrulega líka bara, ég er upp á sviði þú veist, það var svo 100 konur og þetta var mjög furðulegt en ég náði einhvern veginn að halda smá ró og bara einhvern veginn eins og ég er þú veist, það fer ég oft í eitthvað svona komískt þú veist, ef ég er eitthvað svona þú veist, veit ekki alveg hvað er að gerast í kringum eitthvað, það bara svona, þú veist, það fer ég frekar í eitthvað svona að reyna að finna við, þú veist, það sem er að gerast sko og já, og það var bara það ég gerði það náttúrulega að því að ég fór náttúrulega hljóma svolítið asnalega Já, þetta var mjög, svo náttúrulega, þú veist, hérna kemur Jana og Lilja voru náttúrulega bara, ég var ná eitthvað að drekka fyrir þig og ég alveg, já, endilega og þegar þær fara og sækja eitthvað, þá fór þetta að gerast hraðar. Þannig að þegar hún kemur tilbaka með eitthvað að drekka, þá var ég bara, þú veist, ég held að ég ekki alveg allt í lagi. Þess vegna segir þetta sé komist, þá þetta sýrunum bráð alvarlegt. Já, en eins og ég held líka bara, eins og ég segi að því ég var ekkert áttum að hvað var að gerast og ég var alveg bara, þú veist, á ég að stoppa, svo var ég neinin, þetta er ekkert það. Svo fór einhverjur út í sal og spyrja, getur þú andað? Og ég var alveg, já. Og líka því að þú hlóst einhvern veginn. Já, ég fór eiginlega bara að búa til, og það fyndna við þetta líka var, að ég var nýbúin að segja við Ásu sem var með gongið. Ég þekki hana svolítið vel. Og ég segi við hana, ég alveg horfði á hérna sviðið. Og hún alveg, ég sagði, þetta er svona pína eins og uppistandssvið. Og ég, þú veist, og þetta var það sem kom fyrst í hausinn á mér þegar ég byrjaði að vera svona bara hvað er að gerast og fór svona að segja eitthvað fyndið og þá kom þetta í kollinum og ég segi það, ég var nýbúin að tala að þetta væri eins og uppistandsvið og mér finnst ég bara eins og ég byrjaði á einhverju uppistandi og hérna, og svo var líka bara svo fyndið því ég sá alveg, þú veist, fólki fannst þetta fyndið, eða þú veist, það sem ég var að segja var fyndið en voru alveg bara hvað er að gerast. Bara, maður hafði alveg áhyggjur, það er allt í lagi. Og svo sagði ég að fólk var að hlæja, en svo kom svona svipar á þau bara, ó já, kannski ekki að vera að hlæja. Og það, þú veist, og ég sá það, þannig að mér fannst það vera fyndið, þú veist, þannig að þetta var eiginlega bara svona, og svo var ég að, nei, halda áfram. Og svo náttúrulega var þetta bara, þú veist, þið voru bara,
einhvern veginn, fólk var ekkert að skilja mig lengur af því ég var bara, svo dróst tungan nefnilega alltaf aftast. Þannig ég var orðin Já, þetta var orðið svolítið. Fórstu það bara beint upp á bráðmóttöku? Já, svo bara fór ég að sviðinu. Ég náði nú samt alveg að koma einhverju frá mér, sko. Þó svo eins og ég sagði við fólki að þetta er kannski ekki skemmtilegt að fá þessa fræðslu, skilurðu, undir þessum kringumstæðum af því að svo er það bara eftir að muna eftir, þú veist. Já, einmitt. Mamma kannski ekki alveg jafn mikið vaxtegin eins og þetta. Sko. Nei. En hver er Sigrún? Hver er konan? Hver er Sigrún? Já, ég sem sagt er lærður fjölmiðlafræðingur í grunninn og hef alltaf verið á fullu íþróttum, alveg bara ég man eftir mér og og var að spila fótbolta, handbolta og körfubolta alveg bara þangað til ég var komin svona upp í meistaraflokk og þá fór svona áhugin að fara meira bara í svona almenna hreyfingu þannig ég var mikið bara í og sem að kannski segja hvað maður var gamall en þá voru svona lyftingarsalir að byrja og þá fór ég að fylla í það, fór að lyfta, fór bara í þessa svona aeróbik tíma sem voru þá og hef alltaf verið bara svona mikið í að hreyfa mig. Svo lendi ég í því að það kemur upp og ég er með mikið að sliti í hálsliðum og var eiginlega farin að, var mikið að hlaupa líka og var eiginlega farin að hætta að geta hlaupið mikið af því að, bara hafði svo mikið áhrif á náttúrulega hálsinn á mér og hálsliðana og lyftingar voru farnar að vera erfiðar, svona allt fyrir ofan höfuð sérstaklega og ég var farin að lendi í því, ég var alltaf að festast. Þannig að ég var kannski bara eitthvað að labba og einhver kallaði mig, ég sneri mig við og ég var bara fest. Okay. Og sem að gerist í rauninni bara er að sérstaklega trappusíðsveiðin á mér eða sjálfveiðin, þessi stóri axlaveiði, að hann festist í spennu og ég er bara fest. Og ég náttúrulega fór á milli lækna og það var bara sagt um mig það er ekkert hægt að gera í þessu að þetta er náttúrulega slit í hálsliðunum og bara eftir íþróttir eða? Já og bara álag, rangt álag, bara, þetta bara mjög, en í rauninni einn læknir sem ég fór til sagði að það eru alltaf svona eðlileg slit sem verða í hryggjarliðunum, bara þegar þú ert að eldast og þegar þú ert að lengjast og svona, en við vissan tímapunkt þá eiga þessi slit að hætta, en það virðist vera í hálsliðunum að það hætti það ekki á mér, þannig þau heldur bara áfram að myndast og hvort það var undir álagi eða hvað það var, það vita er ekki. En og það í rauninni eina sem þau gátu gert fyrir mig var að láta mig fá eitthvað lyfjakokteil og ég bara alveg, hann er bara það eina sem við getum gert og þetta er það eina sem að... Var það bara til að minnka verkið? Þetta var, já, í rauninni að því ég náttúrulega bara festist í spennu, þannig ég þurfti að fá vöðvaslakandi og þegar það náttúrulega festist í spennu, það náttúrulega myndast mikið af bólgum og ég var á bólgueyðandi og svo náttúrulega fylgja þessu verkir, þannig ég var að verkjastillandi, þannig ég var á bólgueyðandi vöðvaslakandi og verkjastillandi og þetta voru kannski svona 2-3 dagar sem ég gæti ekki hreyft á mér höfuðið, þannig ég var bara föst. Ef ég lá og þurfti að setjast upp þá þurfti einhver að halda undir höfuðið á mér og lyfta mér upp. Og þetta var farið að vera þannig að þetta var að gerast kannski einu sinni í mánuði, annarkvörn mánuði, bara á tímabili og ég var bara alveg, nei. Hvað er þetta langt síðan? Þarna, þetta er rétt eftir ég á, þetta er kannski, þetta er svona kringum 20 ára síðan, kannski aðeins meira. Nei, þetta er svona kringum 20 ára síðan og þá er rauninni, erum við bara sagt, þú verður bara að hætta þessum lyftingum og sérstaklega hætta að hlaupa allavega í bili á meðan og ert að svona ná þér úr og fara til sjúkraþjálfara til þess að fá styrktaræfingu fyrir hálsvöðvana því að hálsvöðvarnir eru orðnir svo lélegir og þá einhvern veginn er ég að reyna að finna hvað ég get gert því ég verð að hreyfa mig og þá fer ég í hot yoga og í Vörklass hjá Jóhannu Karls sem var að koma með svona þetta nýju tegund af hot yoga þá til landsins. Þó að hefði verið hot yoga áður þá var þetta svona eitthvað svona sem hún var að koma með sem var svolítið nýtt. Og ég fer í tíma og ég hugsa með mig, ég held ég myndi aldrei fara í yoga því að ég var þessi íþróttar, kraftur var sem mér langaði að vera mest í og ég fer sem sagt í hot yoga og bara fannst það geggjað, rosalega erfitt, hitinn mér fannst það geggjaður og ég bara þetta verður bara mín hreyfing næstu 2 árin og ég var eiginlega bara í hot yoga hverjum einstu degi, bara þegar ég gat og þetta yoga sem hún var að kenna heitir Absolute Yoga og þetta var sem sagt, þetta er stöður sem hún heldur, þetta var ekki svona flæði, þetta var ekki vinyasa eða neitt svoleiðis, þannig þetta var rosa svona líkamlegt, svona, byggði mann rosalega vel upp og ég fann bara,
hálsinn á mér var miklu betri, þú veist, allar hreyfingar, þú veist, það var bara allt öðruvísi tilfinning fyrir líkamann. Þannig ég fer þá út í það að bara, þú veist, mér langaði að fara að læra jóga. Ég fer að kenna aðeins fyrir jóguna því ég var náttúrulega búin að vera svolítið lengi í þessu jóga, þannig ég kunni þetta allt utan að, þannig ég fór aðeins að kenna fyrir hana og fer svo í jógakennarannám, klára jógakennarannám og þá langaði mér bara að læra meira því ég náttúrulega hef alltaf verið í hreyfingu, þannig ég fór í IAK einkaþjálfarann, kláraði hann og fer svo, þú veist, bara, og við sem sagt erum að reka líkamsræktarstöðina, ég og maðurinn minn með öðrum hjónum og Sparta heilsurækt og þar fer ég bara, þú veist, og mér langar að kenna jóga inn í þessu umhverfi og þar sem sagt fer ég að kenna bara jóga og mér svona blöskraði alltaf í jógatímanu hjá mér hvað allir voru rosalega stífir mjaðmennar og þess vegna er rauninni að kalla þetta happy hips til að byrja með, sko. Það kom nafnið. Já, nafnið, það kemur í rauninni það sem átti í rauninni bara, þetta var eiginlega bara svona pínu djók í byrjun, sko. En svo bara einhvern veginn festist þetta. En og þá byrjaði ég svona, hvað get ég gert meira til þess að hjálpa fólki og þá fór ég að fræðast aðeins meira bandöðin og þá fór ég og lærði ég reyndar Foamflex í alveg í byrjun lærði ég Foamflex og þá var ég bara alveg húgt á þú veist bara, hvað er þetta, mér finnst þetta ótrúlega spennandi og svo ég glemdi að segja, þú veist, ég lærði fjölmiðlafræði út í Bandaríkjunum ég fór alltaf, bróðir mér býr út í Bandaríkjunum, ég fór alltaf reglulega í heimsókn og alltaf þegar ég fór til Bandaríkjunum fór ég alltaf í jóga og ég fer sem sagt í jógatíma þar sem er verið að nota svona bolta og þá er þetta bara mest jóga en hún tók sem sagt að við rúluðum aðeins iljarnar í byrjun og svo rúluðum við axlirnar í lokin og ég fekk bara eitthvað, hvað er þetta? Já, og sérstaklega því nú var ég búin að stunda jóga mjög lengi og ég fann bara þegar nutta iljarnar í byrjun tímans það fannst mér flæðið hjá mig að vera miklu betra, mér fannst auðveldar að hreyfa mig gegnum flæðið, gegnum mjaðmarliðinn og allt þetta og svo axlirnar í lokin, þá var ég bara alveg, þú veist, út af hálsunum á mér náttúrulega líka, að ég fann bara þetta var geggi og þessi samsetning fannst mér líka alveg frábær. Þannig að ég bara fer beint í afgreiðsluna og spyr bara, þú veist, hvað er þetta, þú veist, hvað get ég fengið þessa bolta og þannig kynntist ég í rauninni, þú veist, Yoga Tune-Up, þar sem ég lærði sem sagt Role Model Method og hef verið að vinna með bandöfin í núna alveg, þú veist, þetta er alveg 12 ár núna eitthvað svoleiðis. Og þannig að þar var í rauninni byrjun mín á þessu öllu sem að leiði svo að vakustöðinni. Og þá sem sagt byrjaði ég að nota litlu boltan bara til að nutta bandöfin, taka spennu úr líkamannum, þú veist, auka blóðflæði, allt þetta sem að svona, þegar maður byrjaði að vinna með bandöfin þá var þetta rosalega mikið þetta, þú veist, bara losun spennunni í líkamannum, rosalega mikið hugsa vöðvana, stoðkerfið og ég rauninni gegnum það sem ég læri þá kynnist ég mjög vel kennaranum Jill Miller og hún sem sagt fer rosalega mikið út í svona taugakerfið, þú veist, þegar ég svona byrja að læra hjá henni og þá byrjar hún mikið að kenna sem sagt vakustöðina, hvernig við getum notað blöðruboltan meira, nota líffærin og þú veist, bringuna, þú veist, hálsinn og þú veist, mér fannst þetta allt svo áhugavert og fann bara hvað þetta var að gefa mér mikið, þú veist, bara meiri ró í líkamann og náttúrulega hálsinn á mig var bara, þú veist, betri við þetta allt saman sko og hætti alveg að festast, þannig ég fann ekki, þú veist, það hætti alveg að gerast. Þurfti aldrei að taka þessi lyf, ég veit ekki hvað langt sinni ég þurfti að taka þessi lyf, sko, þetta er alveg mörg ár, sko. Og þá fór ég bara, þú veist, það fannst mér þetta svo rosalega áhugavert og ég fór aðeins svona að fara, þú veist, að fræðast meira vakustöðina og taugakerfi líka. Og en svo var það í COVID sem að ég bara varð algjörlega bara hugfangin af þessu í rauninni bara öllu sem að snerti taugakerfi því að það var rosalega mikið verið að tala taugakerfi í COVID og ég fór í rauninni bara að leita mér að hvar get ég lært eitthvað meira. Mér langar að læra meira taugakerfi og náttúrulega Jill Miller var búin að tala mikið vakustöðina og þannig ég fór á námskeið þar sem að var aðalega verið að tala sem sagt ósjálflega taugakerfið og þannig náttúrulega vakustöðin er náttúrulega eitt stærsti hluti af því og þar lærði ég í rauninni bara, þú veist, heila taugarnar líka, þú veist, mér fannst og það náttúrulega var bara annar heimur fyrir mér að læra allar heila taugarnar og ég tók bara námskeið eftir námskeið alveg bara í COVID-inu og fór í svona, ég er svona úti, þá eru margir sem bjóða upp á svona mentorship
og þá ertu bara, þú veist, þá er þetta bara 6 mánaða, þú veist, það sem hittir einu sinni í viku, þetta er hópur sem vinnur saman í fræðslu þú veist, ýmislegt, og þar fór ég sem sagt í mentorship með einni sem var að tengja saman svo mikið sem ég var búin að vera að læra í hvernig getum við notað þetta saman, og þá var það sem sagt bandvefurinn, taugakerfið, þú veist, hvernig getum við unnið með sem sagt vakustaugina, og svo fór hún að fara rosalega mikið í sogakerfið, og þá fór ég í rauninu svolítið svona að hugsa, þú veist, hver eru oft orsökin, þú veist, af verkjum, þú veist, og það var rosalega mikið, þú veist, líka verið að tala mikið þá, sem sagt, svona, ég þarf ekki að orða þetta úr hausnum á mér. Veistu hvað heitir á ensku eða? Nei, þú veist, jú, þeir eru búin að vera lengi í einhver ástandi. Krónískt. Já, krónískt. Ég þarf ekki að orða þetta, alltaf sömu orðin sem þetta er hausnum á mér. Og já, þá sem sagt var verið að tala mikið krónísk vandamál, þú veist, verkir, krónískt, taugakerfis, ástand, þú veist, og allt þetta. Og það fór svona pínu að vera mitt bara ok, mér langar að læra meira þetta. Og þá fór sem sagt þessi grunnkerfi líkamans alltaf að koma meira og meira upp, þú veist, taugakerfið, sogakerfið, blóðflæði líkamannum, þú veist, hvað er það sem gerir það verkum að við verðum stíf, þú veist, og náttúrulega, og þegar við erum að tala þetta allt, þá erum við alltaf að tala bandvefinn, því að bandvefinn umlykur allt. Þannig mér fannst þetta að vera svo góð tenging við það sem ég var byrjað að vera að vinna mikið í, og og þá í rauninni, þú veist, þetta hugtak með sem sagt vakustaugina fór bara að vera svona, ok, vakustaugin tengir allt sem ég er að læra allt sem ég er að, þú veist, fræðast það er alltaf að vera að tala vakustaugina. Og þá fór ég náttúrulega bara að spá svona, þú veist, bara hvað er það sem við getum gert til þess að hjálpa vakustauginni, og hvað er vakustaugin, þú veist, ég bara fór í, þú veist, bara í rauninni bara. Ég var skilgreina það. Já, ég ætlaði að segja, þú veist, hvað er vakustaugin? Og hvar er hún og hvað gerir hún? Algjörlega, og sem sagt vakustaugin er sem sagt 10. heilataugin, við erum með 12, og lengsta heilataugin, og í rauninni, það eru 2 heilataugar sem fara fyrir neðan sem sagt háls, og þetta er ein af þeim, en hún er sem sagt eina taugin sem fer í rauninni frá hálsinum og út í restan af líkamanum. Og hún hefur áhrif á öll líffærin okkar, og er bæði skyn og hreyfitaug, þannig að sem náttúrulega, þú veist, eru ekki margar heilataugur sem eru bæði, og hefur í rauninni þessi áhrif, er svona eiginlega stjórnandi parasympatíska taugakerfisins, eða SEF taugakerfisins, sem í rauninni gera það verkum að við náum að slaka á, og við náum í rauninni að fá endurheimt fyrir kerfi líkamans. Og hún er alveg ótrúlega löng alls konar, bara út allt. Hún er sem sagt, með 2 hliðar, já, í rauninni, og hún er í rauninni, vakustaugin er The Wanderer, eða sem sagt er bara ráðandi, þú veist, það er í rauninni nafnið á henni. En hún er með 2 hliðar, þannig að hún er rauninni kemur frá heilanum sikkur megin fyrir aftan eyrað, fer niður hálsinn, bæði hægra og vinstra megin, niður hjá bringunni, og svo fer hún sem sagt bara út í, þú veist, náttúrulega hjarta, lungun. Já, bara svona rætur, og hún er náttúrulega með svona anga út allt. Þannig að þetta er rauninni, ef þú sér myndaðinu, það er þetta stundum bara svona eins og, þú veist, rætur á tré. Og ég náttúrulega höfuð á okkur er svo bara, sem sagt, og þannig að hún hefur áhrif á öll líffærin okkar, hún hefur áhrif á meltingakerfið, og sem sagt, eins og taugarnar, það senda sem sagt skilabóð fram og tilbaka, og þá er náttúrulega sem sagt skilabóð frá heila sem sagt í líffærin okkar, og svo senda líffærin skilabóð tilbaka upp til heila til þessu rauninni að vinna úr. Og það sem er svo merkilegt við þessa taug að 80% af sem sagt skilabóðunum fara frá líffærunum og upp, en 20% tilbaka, sem að í rauninni gefur okkur svolítið svona innsýn inn í það hvað það er mikilvægt að vinna með líkamann. Að sem sagt að það sem í rauninni gerast í hugsanir okkar, tilfinningar og allt það, hefur svo mikið með líkamann að gera sjálfan. Og að vinna með sem sagt þú veist, þessa tengingu, þú veist, hugi, líkami er bara eitt af mikilvægasta sem við þurfum að gera. Og er líka, þú veist, að því oft þegar ég er að tala við fólk sem er með útþanni taugakerfi, og þú veist, að það sem er mjög algengt hjá þessu fólki er að það er búið að missa pínu svona þessa tengingu við líkamann sinn, og er hægt að hlusta á þessi skilaboð sem að líkaminn gefur. Þú veist, er ég svangur, er ég saddur, þú veist, er ég með verki, finn ég fyrir hjartslættinum, finn ég rauninni fyrir, þú veist, bara blóðflæðin í líkamannum, þú veist, þetta er allt, þessar tilfinningar gefa okkar alltaf upplýsingar ástandi sem við getum unnið út frá, og rauninni hjálpa líkamannum að sem sagt bara
bara, já, hvað maður segja bara, eða okkur líður betur í rauninni. Og það þessi aftenging sem oft verður svona stæðsta vandamáli hjá fólki þegar það komið í þennan svona vítahring. Já. Það svona farið að missa í rauninni bara tilfinningu fyrir sjálfum sér og lifir í rauninni pínu með allar sínar öll síni viðbrögð og bara ákvarðan allt í hausnum, ekki í rauninni hvað líkaminn að segja þér. Sem hefur væntanlega mikil áhrif á lífið og lífskeiðin. 100%, alveg bara, og það alveg ótrúlegt hvað þegar að þetta svona kemur aftur hjá fólki, hvað fólk verður bara svona, vá, ég bara tók ekki eftir þessu einu sinni, að þetta var farið hjá mér. Já. Og það alveg... Af hverju gerist þetta? Sko, í fyrsta lagi þá gerist þetta held ég, eða í dag erum við á þeim stað sem við erum með taugakerfi, þú veist, útannið taugakerfi og hvernig vanlíðan og allt þetta. Það náttúrulega bara, hraðinn orðin svo rosalegur í heiminum og lífið okkar bara alltof, þú veist, bara alltof mikið að gera. Það alltof mikið áreiti og þetta áreiti náttúrulega alveg, og hvaða áreiti, eða í rauninni allt sem í kringum okkur áreiti. Og hvernig við tökum á móti áreitinu í rauninni það sem að stjórnar svolítið hvernig okkur líður. Og það í rauninni taugakerfi sem tekur á móti öll áreiti. Og þegar að taugakerfi les ekki rétt úr áreitinu, að þá lendum við sem vítahring að við náttúrulega bara viðbrögðin okkar við heiminum og öllu sem í kringum okkur verður ekki í rauninni ákjósanlegt. Þannig við lendum svolítið í því að fyrst, já, það verður eiginlega allt bara svona pínu ógn í okkar hug. Og þess vegna svo mikið talað við séum bara stanslaust í fight or flight. Já, og það náttúrulega líka bara þessi, og svo þetta rosalega algengt eins og þú veist, þegar fólk oft leita til mín, þá það í þessu svona ástandi að það og þannig að taugakerfið mikið af verkjum, þannig að það kemur til mín að því það alveg bara, það búið svo mikil hraði og þú veist, ég þarf bara að fá rói, ég þarf að keyra mig alveg niður. Ég fæ rosalega ofta að fólk vill fara úr, þú veist, ég alveg bara í fight or flight, þú veist, ég alltaf eiginlega svona fastur þar og ég vil fara bara alveg í, nú ætla ég bara yfir í jóga og ég ætla bara að gera öndunaræfingar og ég ætla að hætta öllu þessu sem að eitthvað svona, ekki æsir mann upp, heldur svona, sem að keyrir allt kerfið svolítið upp, þú veist, eins og bara hreyfing, þú veist, hlaup og lyftingar og allt þetta. Sem getur líka eftir jákvæð. Já, líka, einmitt. Og það rauninni það sem að, þú veist, svona fyrsta sem ég reyni að segja við fólk að við viljum fá þetta jafnvægi. Eins og ég sagði það á fyrirlesturinn, þá var eitt uppáhaldsorðið mitt jafnvægi í öllu sem við gerum og sérstaklega í þessu. Af því það svo margir sem að vilja fara úr, þú veist, fight or flight og ég vil fara bara alveg að keyra mig alveg niður í algjöra ró. Og ég alltaf að, þú veist, það sem ég alltaf að reyna, þú veist, svona bara, já, að útskýra fyrir fólk að við viljum fá þetta jafnvægi. Þú veist, við verðum að hafa fight or flight virt hjá okkur að því við þurfum að því að halda. Það verja okkur, já. En þegar við erum föstar og vakustaugin og það sem gerist í rauninni ef við festumst í fight or flight og það verður of mikið álag, við fáum ekki þessa endurheimt á milli sem í rauninni vakustaugin gefur okkur og þá getur hún orðið vanverk. Þannig að hún verður alltaf vanverkari og hún kemur ekki með þetta, þessa endurheimt inn í kerfið okkur, þú veist, reglulega, og þá bara keyrist upp þetta fight or flight ástandi eða við verðum bara föst í þessu stress ástandi með líkamann. Og það ekki bara fyrir okkar, ég alltaf stressaður, heldur allt kerfið okkar, þú veist, það hjartslátturinn, það meltingin, það þú veist, blóðflæðin líkamann, sogakerfið, virkni og allt þetta fer allt líka í, þú veist, svona verður vanvirt og sem gera það verkum að það verður alls konar vanlíðan sem fylgir þessu líka. Og þegar að vakustöðin verður vanverk og þú veist, þá þú veist, þá eiginlega komumst við ekki úr þessu fight or flight af því að við fáum ekki þessa endurheimt á milli og í rauninni það sem búið að sanna svolítið í dag því að búið náttúrulega mikið verið að rannsaka, Jesús, vakustöðina að í rauninni vakustöðin það sem keyrir niður fight or flight, þú veist, þannig að ef hún vanverk þá náum við ekki að keyra niður þetta ástand. Veistu hvernig hún gerir það? Bara með Hún sendir náttúrulega stað bara skilabóðum líkamann alls konar ensím og ýmislegt sem að losast inn í líkamann til þess að keyra niður hormónin sem að keyra upp fight or flight að hún sleppur út í líkamann líka hormónamóti sem að keyra jafna út þú veist þessi stresshormón sem við oft kölluð. Nei, ef fólk fast í þessu fight or flight
og bara með svaka streitu í lífinu og allt þetta. Hvert er þá fyrsta skrefið? Fyrsta skrefið er náttúrulega bara pínu fræðsla og ég segi það alltaf, þú þarft ekkert að vera einhver sérfræðingur en þú veist í rauninni hvar hún er, þú veist að þú getur nutta hana, þú veist í rauninni hvað þú getur gert og þá er, að því í rauninni, svo er líka margar leiðir til þess að örva flökkudauðina og hver og einn þarf að finna sitt. Vakustegin er flökkudauðin? Já, flökkudauðin, við erum ekki að nefna það. Ég kalla þetta yfirleitt vakustegina út af því að það er bara, flest allir sem kynnast hann oft í gegnum ensku. Flökkudauðin er alltaf fallegt. Já, flökkudauðin er náttúrulega, bara mjög falleg þýðing, sko. En ég yfirleitt útskýra það alltaf þegar í námskeiðum og svona hjá mér og þá segi ég alltaf, ég fer stundum á milli og kalla vakus eða flökkudauð. Þannig að það er ágætt að útskýra það líka. Svo fór allt í einu bara, hvað er hann að tala um núna? Já. En þannig að það er svona, maður þarf eiginlega bara að finna það sem að hendar manni, að því að það er ekkert, eins og ég segja, sama sem hendar öllum og það er ekki bara ein leið til að virkja hana. En til þess að náttúrulega róa niður vakustöðina er náttúrulega, og líka ósæraða taugakerfið, ósæraða taugakerfið er eitthvað sem við stjórnum ekki, sem gerist bara svona, á þess að við þurfum að hugsa um það. En það sem að í rauninni það eina sem við getum gert til þess að hafa beina stjórn er andardrátturinn. Og í rauninni það er það sem að þú getur byrjað, eða allir geta byrjað að vinna svolítið í og til þess að keyra upp þetta parasympatíska að þá þarf að hafa út fráöndunina lengri en innöndunina. Og þannig að það er í rauninni bara númer 1 að svona aðeins að kenna sér það að annarslega taka góða djúpa innöndun en að hafa svo fráöndunina lengri. Og mér finnst oft gott að telja takt en ég hef alveg fengið fólk sem á erfitt með að vera að anda og telja á sama tíma og þá segi ég alltaf bara, þá ertu bara að reyna að hugsa að þú finnur hennar takt og þú finnur að fráöndun sé lengri heldur innöndun. Og það er rauninni bara svolítið bara svona grunnur og það hefur bara fyrir marga hjálpað alveg heilan helling bara að byrja á því. Og svo náttúrulega getum við nuttað, þannig að svæðin, fyrir aftan eyra þar sem að í rauninni flökkudauðin kemur niður sig einhverju megin, nutta hálsinn, við getum nutta bringuna, við getum nutta magasvæðið og það er ofta alveg bara svona aha-moment hjá mörgum á námskeiði hjá mér að það er að nutta líffærin sem er bara og liggja á blöðruboltanum. Liggja á blöðruboltanum. Þú getur bæði legið á honum. Ég hef líka verið með fólk sem er bara á þannig stað að það getur ekki legið á honum og þá lætum við bara vera með aðeins meira loft í boltanum og liggja á bakinu og svo liggur bara með hendurnar ofan á og svo notar bara hendurnar en andar í mótstöðuna. En svo getur líka, ef þú átt ekki blöðrubolta, þá getur þú nota púða eða þannig að bara fá hana þrýsting, það er aðalmálið. Og það sem við erum í rauninni að gera þegar við erum að nutta og þrýstingin og allt það er að við erum að leggja vakustöðuna undir gott álag. Þannig að þetta er gott álag og sem að styrkina. Hann bara eins og þegar við erum að lyfta lóðum, þá erum við erum að leggja vöðvan undir álag og svo náttúrulega verða það sterkar og sterkar og það er í rauninni það sem við erum að gera fyrir taugakerfið. Við erum að leggja þau undir gott álag þannig að það styrkist og í rauninni styrkist þannig að ég þarf ekki að gera æfingarnar til þess að í rauninni að vakustöðin vinni eins og nei að vinna. Þannig að hún fer þá hægt og rólega aftur að vinna sína vinnu að keyra taugakerfið niður eftir að við erum búin að vera í þessu svona fight or flight ástandi. Já, mér finnst þetta svolítið áhugavert sem þú ert að segja með bara að þjóðfélagið eða kannski frekar að snúa þessu við. Líkaminn okkar er ekki hannaður fyrir þetta þjóðfélag eða samfélag eða og það sem er mér finnst líka þennan lífstíl algjörlega og það er það sem er líka sem mér finnst áhugavert. Ég var á ótrúlega svona áhugaverðum fyrirlestri þar sem að fyrst var verið að tala og Tom Myers líka sem er svona fasíu sérfræðingur, hann hefur líka oft talað um þetta en í gegnum áraðan náttúrulega við mannfólkið og bara það þróast með bara í gegnum tíman hefur alltaf þróast svona hægt og rólega með það sem er að gerast í þjóðfélaginu, það sem er að gerast bara í heiminum og hvernig bara allt er að breytast í kringum okkur. En hér áður fyrr þá voru breytingar á svo löngum tíma. Þannig að í rauninni maðurinn náði svona hægt og rólega að þróast með taugakerfið, líkaminn og allt þróast svolítið svona vel með. Núna eru bara breytingar búin að gerast svo hratt og það er komin svo mikil hraði að taugakerfið okkar er bara ekki
hannað fyrir þennan hraða og fyrir allt þetta álag. Þannig að þú veist eins og ég að reyna að segja í dag, þú veist, það er rosa margir sem leita til mín sem á vondum stað, sem að þurfa virkilega, þú veist, ég þarf að vinna á þessu, en ég alltaf að reyna að segja núna, sko, við erum bara komin á þann stað að þetta þarf bara að vera hluti af daglegu lífi hjá hverjum einum, bara eins og gott mataræði, eins og góð hreyfing, þú veist, þetta ætti bara að vera eitt af því sem inn í þessu, þetta þurfa að gera til þess í rauninni að halda, þú veist, eða bara að veljan sé, þú veist, í háu stíði hjá fólki, sko. Ertu þá að tala um öndunina og bandusnudd? Öndunina og bandusnudd, þú veist, og svo náttúrulega líka ein hliðina á sér að ég lærði sem sagt hjá Polyvagal Theory. Hefurðu heyrt um það? Ég hef heyrt um þetta en ég veit ekki hvað Nei, Polyvagal Theory sem sagt kemur frá sem sagt manni sem heitir Stephen Porges og hann kemur sem sagt með þessa kenningu vakustöðina sem sem sagt bara talar vakustöðina en kemur með sem sagt inn í þennan þáttum hvað hún gerir fyrir líkamann líka þetta félagslega þátttökukerfi sem sem sagt bara að allt í kringum okkur hefur áhrif á okkur líka og hefur áhrif á taugakerfin. Þannig að taugakerfið mitt hefur áhrif á taugakerfið þitt. Akkurat. Og að þessi félagslega þátttökukerfi sé svo rosalega mikilvægt fyrir bara mannin, fyrir okkur mannfólkið og þetta sem sagt að því í rauninni að vakustöðin heilataug og hefur sem sagt tengd öðrum heilataugum og heilataugarnar þú veist þær sem að stjórna í rauninni svipbrigði, sem sagt hvað við heyrum, hvað við sjáum og allt þetta að þá í rauninni sem sagt hefur sem sagt, hvað maður segja, hvernig ég að taka eftir þínum svipbrigðum hefur áhrif á mig og hvernig ég þú veist tala við þig, hvernig ég þú veist bara svipbrigði mín og náttúrulega líka hvernig líkaminn og svona hefur áhrif á þig og þetta eitthvað sem rosalega mikilvægt líka þannig að þú veist að því að oft verið að tala vakustöðaræfingar og ég segi alltaf fólk bara þú ert í vakustöðaræfingu á hverjum einasta degi þegar þú ert í kringum fólk sem þið líður vel þar sem þú ert öruggur og sem rauninni þú veist kemur bara með þessa gleði þú veist innan með og öryggi númer 1, 2 og 3 náttúrulega fyrir taugakerfið þannig að öryggi rosa stór þáttur í því að við séum þú veist, þannig að þetta bara vakustöðaræfing bara hérna, hjá mér og þér í dag og þetta svona einn hluti af Polyvagal Theory og Polyvagal Theory rauninni, það talar hann sem sagt 3, ekki stig, heldur 3 svona ástand á taugakerfinu okkar og það sem sagt ventral vagal og svo það fight or flight eða spinal fight or flight oft kallað og svo dorsal vagal og þetta þessi 3 svona ástand á taugakerfinu sem við erum bara í yfir daginn sem að taugakerfi á náttúrulega að keyra okkur inn og út og þú veist í yfir daginn til þess að við séum bara svona bara einhvern veginn að meðhöndla allt sem að gerast í kringum okkur og við eigum ekkert að þurfa að hugsa um þetta heldur á þetta bara að vera að gerast svona, bara undir ómeðvitað en þegar kemur ójafnvægi þarna á milli að þá í rauninni gerist þetta ekki og sérstaklega þú veist og náttúrulega ef við erum föst í fight or flight að þá í rauninni erum við ekki að fara að flakka frá ventral í spinal í dorsal þú veist öll þessi kerfi og við fáum ekki þessa svona þú veist endurheimt þetta aðalega endurheimt sem að vantar oft inn í kerfið þú veist þetta að því og það sem hún talar í Polyvagal Theory og það einu sem heitir Deb Dana sem sagt, til þess að útskýra þetta betur þá bjó hún til eitthvað sem heitir Polyvagal stiginn eða letur og það sem sagt efst á stigunum ventral vagal, miðjustigið sem sagt fight or flight og neðst stigið dorsal vagal og sem sagt við viljum vera í þessu ventral vagal og ventral, þessi hluti ventral vagal í rauninni þessi svona það ekki til íslensk orðið yfir þetta en þetta bara þú veist bara gott að muna orðið, það þarf ekki að útskýra í rauninni hvað ventral og dorsal þýðir en þessi ventral vagal í rauninni þessi svona þetta jafnvægið hjá okkur í rauninni það sem að við viljum að taugakerfi okkur kemur alltaf tilbaka í til þess að fá endurheimt en svo sem sagt fight or flight og dorsal svona þú veist varnarviðbrögð taugakerfisins þannig að þegar við þurfum að halda fyrir við fight or flight en svo ættum við alltaf að koma tilbaka í ventral svo þurfum við að halda fyrir við dorsal og svo komum við aftur í ventral og yfir daginn erum við stundum í mixed ástandi þannig ég bæði í ventral og fight or flight og þá ég til dæmis
að spila íþrótt eða ég að leika mér eða það eitthvað svona þú veist, þannig að ég fæ svona þetta fight or flight í mig, það sem svona leikur eða hlaupa eða eitthvað, en ég í öruggu, þú veist, félagskap og ég bara svona, ég leika mér. Og svo dorsala þá ég í ró, en það samt eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem keyrir upp svona eins og til dæmis sögurt með, þú veist, ástmanni eða konu, skilur veit ekki, eins og maður sé að tala eitthvað dónalegt en þú veist, skilur mig, þú veist, þannig að þú ert með þetta fight or flight kerfi gangandi, en það í skóðu jafnvægi, þú veist, þannig að þér líður vel og þú ert sem sagt, ekki sem sagt bara til að keyra þig upp fyrir að því það eitthvað sem í rauninni ekki öruggt og þegar við erum, svo eins og segi, ættum við að vera að flakka á millri þessara stiga, og flest allir kannast við þetta fight or flight, að við getum verið föst þar, en svo erum við líka til þetta dorsal, sem í rauninni bara þessi gamli hluti taugakerfisins, sem að var haldið við værum ekki með virti í okkur lengur, og þetta í rauninni, dorsal í rauninni, það þeirra bara sleppnar á kerfinu hjá okkur, eða taugakerfi bara fer með okkur bara í, þú veist, að við getum illa hreyft okkur, þú veist, við erum bara alveg, ég er hálfpart slökk. Nei, þú veist, ég meni, jú, þá erum við í góðu, þú veist, dorsal, en þessi hluti getur líka verið þannig, þetta bara eins og ef að fólk lendir í árás eða eitthvað svoleiðis. Já, það frýs bara. Já, frýs, það var það orðið sem ég var að leita. Og þetta eitthvað sem að, þú veist, vandamál hjá fólk sem lendur í svona, að það veit, þú veist, það bara af hverju landi ég ekki, af hverju öskraði ekki, af hverju gerði ég ekki þetta. Ég fraus bara. Og þá það bara, þú veist, það bara taugakerfið var bara, þetta of mikil ógn, að, þú veist, þú getur ekki hlaupið í burtu, þú getur ekki barist, þannig ég ætla bara að slökkva þér. Þannig að þetta er taugakerfið tekur yfir og sendið í þetta ástand. Og það náttúrulega, og þetta þarf, þú veist, að reyna að koma þér upp úr þessu. En það sem rosalega mikið notað í, sem sagt, þegar fólk í meðferðum og svona í dag, af því að það vitað þessi stig, að það þú veist, útskýrt fyrir fólki að þetta ekki þú. Þú gerir þetta ekki, þetta var ekki meðvituð ákvörðun hjá þér að gera ekki neitt, heldur þetta taugakerfið þitt sem að sendi því í þetta ástand. Og þetta eitthvað sem rosalega, að því að mikið að gerist í dag, að því að margir eru að greinast með eins og POTS, long COVID og þú veist, og svona, sem sagt, það eru komin alls konar greiningar á svona sjúkdóm, eða köllum þetta sjúkdómar sem hafa áhrif á ósjálfráða taugakerfi. Og það vandamáli með þessa sjúkdómi það svo, þú veist, þetta svo nýtt, búið að greina þetta, og það svo, þú veist, það svo margir sem viti í rauninni ekkert hvað veldur þessu, hvað getum við gert til þess að, þú veist, fólk komið sér út úr þessu, og líka bara, þeir viti ekki, þú veist, þú fer til læknis og útskýra hvernig líður, það allir bara, þú veist, þetta hljóma bara svona pínu eins og, þú veist, ég er búin að fá svo marga tímum sem eru með POTS, sem eru búin að greinast með POTS, og það fá rosalega oft þessi viðbrögð frá læknum og þeim sem eru að reyna að leita til bara eins og sett latur. Af því ég er svo þreytt, af því að þú veist, mér óglatt, af því að þú veist, svona einkenni sem bara, þú veist, þú þekkir ekki sjálfa, þú verður alveg bara, ég skil ekki af hverju, þú veist, af hverju ég svona, þú veist, að þetta ekki líkt mér, en þú veist, en þetta í raun, og svo ferðu náttúrulega að kenna sjálflega af hverju, þú veist, af hverju drífum ég ekki fætur, af hverju, þú veist, og þá fer fólk pínu svona í þetta svona, þú veist, að tala niður til sín, þú veist, kenna sér þetta, þú veist, eins og þetta sér mér að kenna, skil ekki af hverju geti ég ekki gert eitthvað í þessu, og númer 1 og 3 það sem að, þú veist, ég reyna að hjálpa fólki með að ég reyna að útskýra að þetta ekki þú, þetta taugakerfið þitt. Þú veist, þú ert í rauninni ekki með þetta að taka þessar ákvarðanir að, þú veist, að En hægt að ná bata? Já, og það náttúrulega það sem náttúrulega, þú veist, það sem að bara númer 1 og 3 að fatta að þetta ekki þú, heldur hluta af þessu, þú veist, vakustögin, og þú getur unnið úr þessu með æfingum, og líka bara meðvitað að vita, þú veist, hvað þú getur gert eins og endurhæfingarnar, nuddið með boltanum á líffærin hefur verið alveg bara svona game changer í mörgum, því að það hefur til dæmis margir sem hafa oft farið í nudd en það hefur aldrei neitt snertað við magann. Þú veist, það bandvöðið þar, þú veist, það eru vöðvar þannig líka sem alveg, þú veist, en að fá hreyfing á líffærin mjög mikilvægt, og þú veist, og nudda í kringum, þú veist, bringuna, þannig að við getum tekið þennan djúpa andardrátt, því að líka bara vöðvarnir og það verður svo stífir, og við verum að tala þú veist, bara hvað mikil hraða svona í þjóðfélaginu, þetta líka hvernig við raunum bara, við sitjum fram að tölvu kannski allan daginn og þá erum við búin að hafa áhrif á líkamsstöðuna,
og það hefur áhrif á andadráttina því við getum ekki tekið hana djúpa andadrátt, fáum við ekki þessa hreyfingu á þindina. Þindin í rauninni, hreyfingu á þindinni nuddar líffærin okkar. Þannig að þetta er alveg svona svolítið mikill vítahreyfingur sem fólk lendir oft í þegar að það lendir í þessu taugakerfisvesenni. Sko, það er svo oft búið að koma fyrir í viðtölum hérna hjá mér, taugakerfið og hvernig áföll sitt í taugakerfinu og allt þetta. Þannig að einhvern veginn vakustaugin, hún þá bara með risastórt hlutverk í þessu? Algjörlega, og sérstaklega þegar við erum að hugsa parasympatíska eða hluta taugakerfisins, þá hún sem keyrir, er aðal taugin sem keyrir upp eða parasympatíska kerfið af stað og í rauninni ef hún er ekki virk að þá eigum við rosalega erfitt með að fara í þessa mýkt, í þessa, og ég tala rosalega mikið endurheimt af því að það er í rauninni það sem að vakustaugin gerir þegar hún kemur okkur í þetta ástand með taugakerfi, eða þetta er svo mikið endurheimt fyrir kerfi líkamans. Þannig að þetta er ekki bara það að ég róast, að ég finn fyrir ró, heldur er þetta öll innri kerfin fá þessa endurheimt. Og það er það sem líka gleymist svolítið oft, að við þurfum náttúrulega að hugsa svolítið þessi grunnkerfi líkamans til þess að allt virki vel. Og ef við erum að vinna vel með vakustaugina og bara ef þetta er svona bara eitt af rútínunum okkar að finna í rauninni nuddið eða andadrátturinn, nudda hérna kringum eyrun og hálsinn, þetta er svo einfalt og við getum gert þetta hvað róar mig? Er fólk svolítið að finna út hvað hentar hver, er svona fólk að finna út hvað hentar hverjum og einu? Já, og þess vegna til dæmis á námskeið, ég er með námskeiðsveit við núllsetta líkamann, svo er ég með vinnustofur líka og þar er ég að kynna alveg fullt af aðferðum sem getur notað og fólk þarf svolítið að finna í rauninni hvað það getur sett inn í sína rútínu af því þetta má heldur ekki verða einhver svona streituvaldur eða eitthvað sem að ég bara, ég þarf að gera þetta heldur það að vera eitthvað sem þú getur svona byrja hægt og rólega að finna þér eitthvað einhverja 2-3 æfingar sem þér finnst þægilegt að fara að setja inn í rútínuna þína og það sem ég segi líka alltaf við fólk þegar við erum að reyna að byrja á einhverjum svona æfingun, ég finn þetta gott fyrir mig en ég hef ekki tíma, þannig ég segi alltaf reynda þá að gera þetta í stuttan tíma, oftar, kannski 2 á dag í staðinn fyrir að taka 20 mínútur, taka 10 mínútur á morgnan, 10 mínútur á kvöldin og gera þetta oftar, styttra, af því að ég skal svo lofa þér að líkaminn fer að kalla á þetta eftir einhvern viss langa tíma. Af því þá er þetta farið að virka og líkaminn fer bara alveg, þetta er gott fyrir mig og þetta er eins og ég í dag, ef ég finn fyrir einhvers staðar alveg, ég er svo stíf eða eitthvað svona, ég er komin á boltan án þess að hugsa. Þetta er bara eins og ég þyrst og þá er ég komin með vatn í glas, þetta er ekkert eitthvað, hvað ætti ég að gera? Núna þyrfti ég kannski vatn er gott, ég þarf ekkert að fara, ég bara, þetta er bara orðið bara svona einhvern veginn ómeðvitað fyrir mig hvað ég get gert fyrir sjálfum mig. Og það er það sem er svo, mikilvægt. Og líka það sem ég langar líka svolítið að tala að því ég var að tala þessa líkamsvitund áðan eða bara svona að fólk missir svolítið tengingu við líkamann. Að það sem við erum að gera þegar við erum að vinna með vakustaugina, eins og ég nota náttúrulega mikið blöðruboltan og nudd og svona, er að við erum líka að örva innri skynjun. Þannig að við erum með eitthvað sem heitir proprioception sem er rosa margir þekkja. Það er þetta svona hvernig er líkamann okkar í bara umhverfinu, þannig ég finn fyrir útlimum og ég veit hvað líkaminn minn er staddur og við erum líka með þessa innri skynjun og það er bara skynjun á öllru innra með okkur. Þá erum við að tala er ég södd, er ég svöng, finn ég fyrir hjartslættunum, þannig að bara það að finna hjartsláttunum og byrjar að verða hraðar, þá ætti ég að geta rætt, nú er eitthvað að æsa mig upp og nú þarf ég kannski að taka nokkra djúpundanir eða eitthvað þá næ ég að róa mig niður aftur. Taka eftir vökvaflæði líkamann, þannig að þetta erum við líka að vinna í, þannig að við getum í rauninni tekið eftir í sjálf þegar að er eitthvað að gefa meðvitaður hvernig líkaminn okkar líka, því ég tala áðan að við vinnum svolítið bara með hausnum okkur, að hvernig líkaminn minn er að skynja allt í kringum, að því líkaminn getur líka verið alveg, það er eitthvað, ég fæ svona fiðrildi í magann eða ég fæ, allt þetta er líka, bara svona innri skynjun sem að við getum hlustað á og getur hjálpað okkur að vinna betur með taugakerfið.
Hvaða merki myndið þú segja að geti gefið til kynna að vakastögin sé ekki að starfa sem skyldi? Það er náttúrulega algengst þetta, þú veist að við erum svolítið föst í þessum, þú veist, það er grunnu öndun, af því það er rosalega mikið talað um öndun í dag, þannig að oft þegar fólk alltaf, ég kalla þetta svona kolpaöndun, þú veist, það er svona í svona grunnöndun, þú veist, það er eitthvað, þú átti erfitt með að taka svo djúpöndun, annað sem er náttúrulega líka bara mjög algengt að fólk kannski taki eftir og það er, ég veit ekki algengt, ég veit ekki hvað að segja það, en að því hún hefur áhrif á kok og hefur áhrif á röddina, þannig að breyting í röddinni til dæmis, þannig að söngvarar vinna mjög mikið með vakastögin í dag. Þú veist, að kúast, þú veist, það er eitthvað sem að hún hefur áhrif á, þú veist, sem er náttúrulega mjög mikilvægt líka. Meltingatruflanir, það er oft vakastögin og það sem ég er líka að reyna að passa mig á, það er rosa mikið sem vakastögin hefur áhrif á, en þetta er ekkert alltaf bara vakastögin. Þú veist, þannig að maður það líka alltaf að passa svo þegar ég er að tala um svona, þú veist, að ég er kannski að tala um, þú veist, að vakastögin hefur mikil áhrif á meltinguna, en þetta er ekkert alltaf bara vakastögin, en þetta getur verið stór hluti af. Hvernig hefur hún áhrif á meltinguna? Hún bara, sem sagt, að því ég tala um þessi skilaboð fram og tilbaka gegnum vakastögina, þá er sem sagt bara allt frá þörmunum og frá meltingakerfinu okkar sendir skilaboð upp í heila og heilin sendir svo skilaboð tilbaka hvað er rauninni þú veist, hvaða ensím og hvaða sem sagt efni að fara út í þarmana til þess að maturinn sé auðmeltur og svo er þetta náttúrulega líka hreyfitaug, þannig að hún hefur líka áhrif á þessar litlu hreyfingu í þörmunum og þannig að þegar hún verður vannverka þá verður hægur verður meltingar hægari og getur oft líka myndast bólgur og getur myndað þú veist bara svona ristilvandamál, ristilkrampar og svona ýmislegt getur verið þú veist afleiðing af vakastöginni og þegar við erum að nudda til dæmis líffærin með blöðruboltanum svona þá erum við að fá hreyfingu þarna inn, við erum að fá blóðflæðin, sogæðakerfi kemur til að hreinsa og við erum að auka vitundina, þannig að taugaskilabúin verða skilverkari og hraðari og betri. Þannig að það er mjög algengt að er svona á námskeiðum hjá mér alveg bara svona, bara af hverju vissi ég þetta ekki? Og margir sem hafa verið fastir þú veist, verið í vanda með taugakerfi, sétt bara allt þetta fight or flight, er búin að vera að vinna rosalega mikið í einhverju, þú veist, verið í jóga, öndunaræfingar og gert alls konar sem hjálpa taugakerfinu, fer svo í svona vinnu og þá er þau bara vá. Bara þetta er alveg búið að gera þvílíkan mun, þú veist, af því að þetta var bara svona eitthvað sem var eftir, sem að var ekki púsl sem vantaði, og ég hef líka, langar að segja, þú veist, að því mér veist svo, ég er búin að lenda í nokkur sinnum á, sem sagt, námskeiðum hjá mér, þar sem ég er með fólk sem hefur verið að vinna í, sem sagt, bara áföllum eða vinna í taugakerfinu að því að, þú veist, það hefur lent í, þú veist, kulnun eða eitthvað svoleiðis, og ég er búin að vera að vinna í, sem sagt, í sér kannski í langan tíma og er alveg bara, ég er alveg, þú veist, ég er búin að vinna með þetta, þú veist, búin að vinna úr þessu öllu saman og svo kemur það, og þetta er sérstaklega núllstillanámskeiðinu hjá mér, svo kemur það sérstaklega núllstillanámskeið og þetta er rosalega algengt þegar við erum að nota blöðruboltan á maganum og bringunni. Og ég er svo oft búin að fá fólk sem kemur bara til og segir bara, ég held ég væri búin að vinna úr öllu en það gerist eitthvað. Þú veist, það var bara eitthvað svona, það var eitthvað eftir sem að ég náði að, þú veist, að losa þarna bara með þessu, með djúpöndun, með að nutta, þú veist, með blöðruboltanum og þú veist, og þetta er svo dásamlegt að heyra þetta, að þú veist, og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að ég er að þessu, þú veist, að mér finnst bara svo dásamlegt hvað þetta er að hjálpa fólki. Sko ég veit að einhverjir sem er hlusta veit ekkert hvað við erum að tala um þessu blöðrubolta, en þetta er svona, hvað segir maður, uppblásinn bolti, svona svipuð stærð á lítill fótbolti kannski. Og það er ekki fullur á lofti, heldur svona 70% kannski eða eitthvað. Já, sumir ekki einu svona það. Ég meina, ég hef alveg verið með fólk sem er bara með 20% lofti í honum, sem er næstu í flatur, sko. Bara það að fá þrýsting þarna bara keyrir allt upp, sko. Þannig að, það sem ég gerir til dæmis alltaf í tíma, bara ég let fólk máta boltan, ég kalli þetta það. Þá leggst á boltan, þú veist, ég gef mér alveg 10 mínútur bara það að láta fólk leggjast á hann, stoppa hans, taka 2-3 andardrætt og þá stundur fær fólk alveg, ok, ég náði að slaka og þá er þetta ómikið. Þannig að mér er svo áhugavert, sko, út af meltingunni, því ég er svo heppin að ég fæ að kenna bandveflosun í skólanum sem ég er að kenna. Ég er með áfanga og þar sem þau velja þetta. Og það var nemandi á síðustu önn sem að sagði bara að hún hafði alltaf svo erfitt með matarlyst, alltaf svo ótrúlega erfitt með að borða, bara aldrei með matarlyst. Og svo sagði hún bara alltaf á þessum dögum sem bandveflosunartími var, þá gat hún borða svo vel.
og mér fannst þetta svo geggjað, en ég vissi raun og var ekkert nákvæmlega af hverju fyrir akkurat núna, ég vissi svo sem þetta hefði áhrif á meldinguna, en kannski ekki alveg búin að tengja. En var þetta alltaf þegar þú varst að nota blöðruboltan eða? Nei, líka bara, En þetta bara örfun? Líka bara almenn bandorfslösun með boltum, sko, bara alls konar. Og það líka svo merkilegt að því að, sko, eins og ég segi, það eru alveg nokkru leiðir til að vinna með vakstögina, öndunin, bara nudd með höndunum, söngur, hlátur, allt þetta sem örvar. Hvað heitir það í óm? Já, að því þú fær hana víbring inn í og ein af þessast meðferðin hjá mér bara það sem ég með tækið sem ég legg á bringu af fólki sem víbrar og svo fær það heyrnartól og þá það svona hljóðbylgju meðferð og það bara styrkir vakastögin og keyrir fólk bara í algjör og djúpslökun og það fær bara svona, kemur alveg endurnært, þetta svona 20 mínútur eitthvað slags og það bara, bara hvar ég stundum þegar ég búin. En það sem svo mikilvægt að þegar við erum að vinna með vakastögina þessi bara að hlusta, að við séum að taka eftir og það oft það pínu erfitt að því að þetta taugakerfi, þetta oft svolítið svona litlar breytingar en bara vera svolítið svona meðvitaður hvað það sem við finnum. En líka oft fólk ekki meðvitað kannski af hverju taugakerfið þeirra streitt, því kannski var það fyrir áföllum bara sem barn eða eitthvað og þá maður ósjálfrátt í þessu því að fyrst áföll sitt í taugakerfinu. Maður í fight or flight kannski einhvers staðar undir niðri að mér fannst svo fallegt ég las eitthvað, þetta reyndar á ensku en það var þú veist, you can reset the system that has been trying to protect you all along. Mér fannst þetta eitthvað svo fallegt, þú veist, en þá þarf maður líka fyrstulega að átta sig á þessu, vera meðvitaður að það sé eitthvað ekki að virka eins og að virka og svo hvað hægt að gera. Og það líka, ég held að sé líka bara af því að þessi hraði af því líka og fólk núna alltaf í síðan að sjá hvað allir aðrir að gera og ég ætla þá að gera eins eða ég vil vera svona. Það sem líka mjög mikilvægt að við erum öll okkar eigin persóna, ég með minn líkama, ég með mitt taugakerfi, allt mitt. Ég get kannski ekkert gert allt sem að þú ert að gera af því hreinlega mitt taugakerfi þolir það ekki. Akkurat. Og það líka það sem að við þurfum að gefa okkur, ég einstök og ég get ekkert verið að gera það sem allir aðrir að gera og það sem rosalega gott fyrir þig ekkert handla gott fyrir mig eða mitt taugakerfi. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að vera með, ég býð upp á margar leiðir til þess að vinna með eitthvað því það ekkert allir sem að geta unnið nákvæmlega eins og það líka það sem við þurfum aðeins að þess vegna svo mikilvægt að vinna með líkamann og náttúrulega aðeins ég segi hugan, reyna að tengja þetta saman af því það svo mikið sem að gefa okkur vísbendingar, líkaminn að segja okkur ýmislegt yfir daginn, hvað gott fyrir okkur, ekki gott fyrir okkur og leið að við erum í þessari tengingu þá eigum við svo miklu auðveldara með að fatta hvað það sem ekki að hafa góð áhrif á mig. Já. Og það var eitt sem við vorum að gera þegar ég lærði polyvagal theory af því að það verið að tala um þessi tenging við aðra og bara að okkur líður vel í kringum annað fólk og svona að mikið af æfingunum sem við vorum að gera og ég læti oft fólk gera þetta sem kemur til mín að bara í aðstæðum í kringum fólk alls með hvað þú ert að gera að taka eftir sem sagt bara hvernig þið líður og þá bara hvað hausnum það segir hvernig þið líður, ég örugg, mér finnst ég vera róleg og allt annað, en líka að hugsa hvernig líður mér í líkamann, hvernig tilfinningin í maganum, einhver hraður hjartsláttur, þannig að ég leita að hvernig líkaminn bregst við aðstæðum sem ég fer inn í og það var alveg merkilegt og þetta eitthvað sem maður getur eiginlega ekki hægt að gera eftir að maður er búin að vera að gera þetta því þetta var bara æfingar sem við þurftum að gera í hverju viku þannig að þetta svo og þess vegna held ég eins og við förum tilbaka í þetta mjög áhugaverða kvöld þar sem við kynntumst að ég held í rauninni að ég náði að halda ró út af því að ég ekki öruggum umhverfi og bara einhvern veginn að það var, þetta voru ekki 100 konur eitthvað, en mér leið bara, ég fekk bara svona alveg rosalega öryggistilfinningu að vera þarna inni, þannig að þetta fór ekkert í eitthvað svona hvað í gangi, heldur var ég bara, ég var að bregðast einhvern veginn sem ég hálfpartinn eftir á skildi ekki, en leið og ég var líka komin út úr þessari, komin út úr salnum, komin út í að voru einhver 2-3, bara farin að vera svolítið að hafa áhyggjur og þá náttúrulega fann ég að ég fór að, því að þá var farið að sýna mér að það væri eitthvað, að ég skil hvað menn, við náttúrulega speglum þig bara, þú já.
og brosa, þannig að við gerðum það bara einhvern veginn líka, en svo leit maður svona í kringu en þetta það sem við erum að tala þú veist, að vakurstöðin gerir, skilur, hún gefur okkur, þú veist, ef ég hefði verið upp á sviði, bara, hvað gerast? Oh my god! Þá hefði náttúrulega allir farið í panika, og líka það sem ég var líka að hugsa þegar ég var upp á sviði, að ég vildi ekki skilja ykkur eftir þegar ég færi út úr salnum í einhverju, skilurðu, þannig að það var líka eitt, þú veist, og ég hefði ábyggilega aldrei orðið meðvituð það nema því ég er búin að læra þetta, þannig ég hugsaði, ég þarf að fara hér út en skilja þær ekki eftir í einhverju þannig ég var að reyna að róa ykkar taugakerfi líka. Og þér tókst það. Sko, hversu fljótt getur fólk byrjað að sjá bara árangur eða breytingu, eða byrjað að vinna markvisst með taugakerfi? Sko, það er rosalega misjafnt og þess vegna eru til dæmis þessi sjúkdómar eins og POTS og long COVID, þetta er svo erfitt að vinna með þetta, af því að það er svo misjafnt hvað virkar á hvern og einn, af því eins og ég segi, hver og einn er mismunandi taugakerfi og líka þegar við erum að tala um þessi grunnkerfi, öll þessi grunnkerfi þurfa að vinna saman í jafnvægi til þess að í rauninni allt sé eðlilegt í líkamannum og þessi grunnkerfi eru svo ólíkum stað hjá hverjum einum, þannig að það sem hentar einum að vinna með og virkar rosalega vel getur ekki henta fyrir einhvern annan, út af öllum þessum kerfum innræði með okkur sem vinna saman. En það sem er mjög algengt er, þú veist, að ég held ég hafa aldrei fengið neitt tíminn sem hefur ekki fundið neitt, en það er rosalega misjafnt hvað fólk finnur og hver sterkt. Ég hef, þú veist, yfirleitt þegar þú ert búin að vera, þú veist, að gera einhverja æfingu, þá finnurðu einhvern, af því ég vinn rosalega mikið með, sérstaklega í tímum hjá mér, þá vinn ég rosalega mikið með að við gerum eitthvað og svo læti fólk bara liggja, loka augunum, taka andardrátt og skanna líkamann og bara taka eftir og bara, þú veist, ég segi þetta alltaf, finnum það sem við finnum. Og það er ekkert rétt, það er ekkert rangt. Og þegar ég fæ fólk á námskeið, oft er þetta vinkonur eða systur eða eitthvað, þá segi ég alltaf ekki bera saman hvernig ykkur líður eftir tíma, af því að það er ekkert rangt. Og það er alveg misjafnt og það hefur líka verið oft bara kennt öðru fólki, bara vá, henni líður svona, þetta er gerð þetta fyrir mig, þetta er gerð þetta fyrir mig og þá skilur það oft, ok, þú veist, við erum, þú veist, það er ekkert það sama sem getur fyrir að hjálpa. En það er rosalega misjátt og það er rosalega algengast sem ég fæ er að fólk finnur mun á svefni. Af því að það er svo oft sem að það er vandamál hjá fólki. Og það er yfirleitt það sem er mesta vandamáli, þar finnur fólk mestan, þú veist, mun. Ávinning. En það sem ég vil líka nefna, og þetta er eitthvað sem mér finnst mjög mikilvægt, er að þetta er semst langhlaup, þetta er ekki sprettur. Þegar við erum komin á þann stað að við þurfum að fara að vinna með taugakerfi, þá er þetta oft mjög semst vinna sem að tekur langan tíma. Þess vegna er eitt af því sem er mikilvægast er að við finnum, þú veist, að við verðum þolinmóð og við gefum okkur mildi að þetta á eftir að taka tíma að vinna stu tilbaka. Og í mörgum tilvikum er þetta að við erum búin að vera í fight or flight svo lengi að fyrst við erum búin að vera að þenja taugakerfi hægt og rólega, marga mánuði, sumum mörg ár, svo gerist eitthvað bara eitt og það getur verið einhver öskarar á því eða þú veist, eitthvað sem við myndum aldrei koma fyrir úr jafnvægi og bara allt í henni er bara, ég fer oft líka bara inn námskeið yfir stressfötuna, þú veist, bara allt í henni þá bara fyllist fatan og þegar fatan fyllist þá bara búm. Þá bara hálfpartinn flæðir yfir, já, og í rauninni bara þá getum við oft lent í þessu dorsalveikal eins og við að tala um þetta að það slöknar bara á okkur. Þú veist, að við verðum bara, þú veist, já, erfitt með að vakna á morgnana, já, erfitt með að, þú veist, mér langar ekki að gera neitt og það er líka annað sem er svona, þú veist, fólk finnur ofta fær þetta svona alveg, æ, nei, mér langar ekki að hitta neitt, æ, nei, þú veist, það dregur sig tilbaka, það er eitt af líka, þú veist, sérstaklega þeim sem eru mjög svona, þú veist, mikið fyrir að vera í kringum fólk að það fer svona að draga sig tilbaka. Ég lendi þessu fyrir 5 árum, akkurat þessu. Já, og þetta er rosa skrítið, þetta gerist hægt að rólega, svo bara, að því að þetta er í rauninni, eins og ég talaði um hana, þú veist, við viljum vera í þessu ventralveikal og það er okkar svona jafnvægi, það sem mér líður vel, ég get verið í kringum annað fólk, mér líður vel með sjálfa mig, ég er örugg, og svo förum við í þetta fight or flight og þá er ég svolítið á svona hlaupum og ég þarf að vera í einhverjari vörn, eða ég fer í þetta dorsal þar sem ég verð alveg bara, æ, nei, mér langar ekki að hitta neitt, ég er bara svona, þú veist, mér langar helst bara að vera ein í friði. Og þegar við erum í þessu,
þú veist, þessari, hvað er það, rússíbana yfir daginn, að og í rauninni vakustögin, sem sagt viðbrögð hennar þessi. Það kemur eitthvað áreiti og ég fer annarkvort í varnar fight or flight eða varnar dorsal. Og það rosa misjafnt hjá hverjum einum. Hérna sumir geta bregðast alltaf við að keyrast allt upp. Þú veist, ég verð að vera alveg á fullu eða ég verð reið eða þú veist, það er allt sem ógnar mig eða það fer alveg öfugt. Þú veist, ég vil helst bara vera einn. Þú veist, það er bara allt sem einhver segja við, það er bara svona, ég hef ekki áhuga á því. Þú veist, þú verður bara svona alveg bla. Svo kallað. Já, og enn og aftur eins og þú sagði, þetta er ekki þeim að kenna, þetta er taugakerfið. Já, og þetta er númer 1, 2 og 3 sem ég tala þegar fólk leita til mín. Þú veist, ég fer alltaf við fræðslu fyrir vakustögina og svo er þetta alltaf númer 1, 2 og 3. Þetta er ekki þú, þetta er taugakerfið og við þurfum bara að vinna á að styrkja taugakerfið þannig að það, þú veist, fara að vinna rétt aftur. Þannig að það ættu allir bara að bæta einhverjum 1-2 æfingum inn í rútínuna sína daglega, vikulega eða hvernig sem það er. Í raun og veru bara að fyrirbyggja. Já, eða tappa fötunni, eða skilurðu. Og það er einmitt, fyrir ekki, bref. Já, nei. En það er það sem ég var að tala sko, að þetta er í rauninni eitthvað sem við þurfum að setja inn í okkar rútínu. Þetta er bara eins og þetta, borða góða mat, réttan mat, heilsusamlega mat, góð hreyfing sem hentar mér. Þetta er eitt af því sem þyrfti að vera bara inn í okkar svona daglegu rútínu og það sem í rauninni við þurfum bara á að halda. Til þess að fyrirbyggja og oft bara til þess að koma okkur aðeins tilbaka. Þannig að sumir eru kannski komin, aðeins svona farin að verða svona pínu meira í fight or flight heldur en í ventral yfir daginn, að þá leiðu ég byrja að gera þessar æfingar, þá svona fyrirbyggi ég það, ég verð alltaf, festist meira í fight or flight, eða ég er farin að finna, ég er farin að draga mig út, eða ég er farin að vera svona pínu bara, að ég mun langar bara heim undir teppi, og mikið heldur en venjulega, að þá get ég farið að vinna í þessu og þá finn ég að ég fæ svona gleðina á ný og mér langar, að já, þannig að þetta á bara að vera eitthvað sem að, og bara ung, þetta er líka, ég á til dæmis barn sem er með ADHD og blöðruboltinn hefur verið eitthvað sem að, hann leitar mjög mikið til, ég hef lært báin líka, báin er líka svona, kemur jafnvægi á taugakerfið, hann hefur mjög mikil svona þörf á því og við reynum að gera það reglulega. Svo hef ég líka kennst þessi gegnum, ég á frænku sem var greind með POTS 2021 og hún er búin að vera lenti mjög illiði, búin að vera rúmliggjandi í bara, já, hvað er þetta að vera, næstu 5 ár núna. Og það er rauninni líka eina ástæðan fyrir, ég glemdi að nefna það, eina ástæðan fyrir ég fór að sökka mig svolítið djúpt ofan í þetta því að mér langaði bara að reyna hjálpa henni eitthvað og hún býr út í Bandaríkjunum. En þessi sjúkdómar, POTS og long COVID og kannski ME eða eitthvað, myndirðu segja að þetta sé að aukast mikið og heldur að það sé bara út af ofþöndu taugakerfið? Stór hluti er það. Og það sem að, og þetta er í rauninni ekkert sem er búið að sanna eða neitt og það er ekki búið að rannsaka þetta en það er verið að tala þetta en ég talaði þetta strax í COVID að því ég var að læra svo mikið vakustögina að ekki bara það að þú fékkst COVID eða varst veikur eða neitt svoleiðis heldur einangrunin sem varð yfir COVID er að skila sér oft núna út í að það hafði áhrif á taugakerfið. Og það er raunin sem við verðum að tala eins og ég segi, þetta er ekki búið að rannsaka þetta er ekkert eitthvað svona sem er búið að sanna en ég held að þetta hafi verið líka stór þáttur í því að fólk er að greinast eins og þau kalla með long COVID og það er ekkert endilega þegar það fekk COVID heldur er það oft líka bara út af þessi einangrun var svo lengi hafið bara þannig áhrif á taugakerfið og svo förum við bara út í hraðan aftur og þá erum við búin að missa svolítið svona þetta félagslega þátttökukerfi er ekki eins sterkt hjá okkur eins og var og það er verið að, eins og ég segja, þetta getur verið svona eitt hluti af því að þetta er stór þáttur sem hefur áhrif á vakustögina og svo er þetta líka mjög áberandi sem sagt hjá ungu fólki og flest allar sem hafa leitað til mín og ég var að lesa grein daginn þar sem var að tala að POTS til dæmis er búið að greinast svolítið mikið hjá einmitt konum frá 21 upp í 26. Það var svona þetta bil sem voru eitthvað að rannsaka. Það hefur farið, ég er búin að fá til mín alveg niður í 15 ára sem hafa leitað til mín og svo náttúrulega ME er náttúrulega mjög algengt og hefur náttúrulega verið lengi greint en ekki
það hefur ekki átt að segja á því að þetta sé hlutað í sko, ástæðinni sko. Og long COVID náttúrulega bara, þetta í rauninni allt, ég myndi ekki segja kannski alltaf sama, en rótin kannski. Já, rótin í rauninni, myndi ég halda svo sama og verið að tala að sé í rauninni að það þetta ósvörða taugakerfi okkar fer úr jafnvægi og fólk finnur sig ekki tilbaka. Stýrikerfi okkar ruglast. Já, algjörlega, þetta er bara svona eins og kaplar, og svo eitthvað sem að fer úr sambandi og það í rauninni bara að finna sér tilbaka er náttúrulega bara eins og ég segi, þetta getur oft tekið tíma, maður þarf þolinmæði og það er ekki nóg að nutta sem maður einu sinni og halda maður sig orðin góður. Og þetta tekur, og það líka það sem að gerist oft og er að þú ert að vinna í eitthvað tíma, þú ert komin á eitthvað stað þar sem að þú ert með útþarta taugakerfi, þú vilt fara að vinna það tilbaka, þú vinnur í þessu svolítinn tíma, finnur alveg það er munur og þér að fara að líða við þá hættur. Og það svo margir sem lenda bara aftur á sama stað. Þannig að þetta er bara... Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf. Já, og út af áreitinu. Já, öll þessu áreiti. Við getum ekki sleppt þessu áreiti, því miður, en við getum unnið til þess að styrkja okkur til þess að þola áreiti betur. Og minnka skrollið og samanbörðin og... Já, einmitt. Það vil enginn heyra þetta, en þetta er... Nei, ég veit það. Þetta hefur áhrif. Þetta er bara orðið eitthvað svo mikið norm, þú veist. Ég held að fólk átti sig ekkert endilega á því að það sé að bera sig saman, en auðvitað gerir maður það. Auðvitað gerir maður það. Auðvitað gerir maður það, það er alveg, en margir eru bara alveg fast, eða skilur við. Það er alltaf í skíðaferði, alltaf á fínt heima hefði með alltaf þetta, alltaf hitt, skilur við. Ég veit það. Maður kannski bara ósjálfrátt svona... Og bara af hverju ekki ég? Já, einmitt, En þetta er, eins og ég segi, uppáhaldsorðið mitt er jafnvægi og það er rauninni það sem við þurfum að finna í öllum, hvað maður segja, í okkar lífi allstaðar, þetta jafnvægi á milli vinnu, fjölskyldu, vina, þetta hefur allt, þetta skiptir allt máli fyrir taugakerfið okkar, þetta er bara eitthvað sem við þurfum að reyna að finna með okkur og ekki vera að hugsa hvað aðrir eru að gera. Ég veit að það er mjög leiðilegt að heyra þetta, en þetta skiptir bara máli, að ég finni hvað er gott fyrir mig og vinna út frá minni líðan, ekki eitthvað annað og það er í rauninni það sem við þurfum að einblína svolítið á. Svo bara svo ég tala af eigin reynslu, þá tekur ótrúlega langan tíma að hægja á sér. Já. Þú veist, ég er búin að vera núna í nokkur ár og mér fannst ég alltaf að vera búin að hægja svo mikið á mér. En það tekur bara ótrúlega langan tíma að trappa sér niður og núna bara áramótin, það hugsaði ég, árið 2026, aðalmarkmiðið mitt á þessu ári er bara einfalda líf mitt. Já. Bara hafa það líkilega, hvað segir maður, svona leiðaljósi eða eitthvað, að einfalda líf mitt. Ef þetta er eitthvað sem mun flækja þetta og gera þetta og ég hugsa bara, þetta verður bara streituvaldur, þá ætlum ég bara að sleppa því. Algjörlega. Og ég fann líka bara að því að svo rosalega, manni finnst ekki rosalega gaman að vera að tala um COVID, en COVID fyrir mér var eitthvað sem að gerða að verkum að ég lærði svolítið. Að því ábyggilega út af því ég fór að læra þetta var bara svona, allir hefði átt að vera að læra þetta í COVID. En ég kom svolítið út úr COVID með þetta bara, hlusta sjálf á mig, þetta sem ég er að gera er ekki að næra mig, af hverju er það að eyða tími í þetta? Ég er að finna mér fólk sem ég vil vera í kringum sem að næra mig, af því ég veit að þetta er bara, þetta er, eins og ég segi, þetta er bara vakustegar æfing að vera í kringum fólk sem að það sem ég er að hlæja, það sem mér líður vel, það sem ég get verið að tala um eitthvað sem að mér finnst áhugavert. Já, þetta er bara, eins og ég segi, ég er bara rosa margir sem tala um COVID sem að, mér fannst, bara ég kom út úr COVID með alveg rosalega mikið svona eitthvað sem að mér fannst mjög mikið vegt og ég líka bara að því rauninni hvað þetta var að gefa mér, þá fekk ég bara svona alveg bara, þetta er ekkert svo rosalega flókið, þetta er ekkert eitthvað sem að, allir geta gert þetta. Mér langar bara að, þannig ég bjóð til núllstilla námskeiði í COVID og byrjaði online að því að það var síðasta lokunin var í desember, janúar og ég ætlaði náttúrulega að fara fullt bara í janúar að vinna og þá bara, og ég alveg, nei, hvað er ég að gera? Þannig að þá hannaði ég þetta námskeið og ég hugsaði, ég ætla bara, ég get haldið þetta svona einu sinni og þá er það bara búið og það er fræðslu vakustöðina svo að við erum að vinna í þessu öllu saman á mismunandi hátt. Og ég er ennþá að kenna þetta námskeið og það er ennþá alltaf fullt af þetta. Vá, en þá sérðu bara hvað þörfin er mikil, sko. Já.
Einmitt. alveg bara, það er alveg ótrúlega og náttúrulega hefur tekur breytingum námskeiði út af því að þegar ég byrjaði þá var þessi áslag en svona náttúrulega núna er ég búin að læra meira, þú veist, búin að vinna meira með fólki þannig ég fæ, þú veist, meira feedback þannig ég get, þú veist, aðlagað námskeiði fyrir og þetta er bara, já. Þetta er búið að vera alveg ótrúlegt, ég er alltaf bara, vá, ok, þá get ég bara haldið áfram með þetta námskeið. Mér finnst sko svo ótrúlega gaman að því að þú veist, þegar maður hlustar á eitthvað eða einhvern, þá lærir maður alltaf eitthvað. Svo þegar maður hlustar á eitthvað aftur, þá lærir maður ofta eitthvað nýtt, þó maður sé hlusta svo manneskjuna. Og núna, sko, þegar þú ert að tala allt þetta, þá er ég svo mikið að tengja allir þessi viðtöl sem ég er búin að vera að taka, að ég veit alveg fólk sem hefur hlustað aftur og aftur, en ég er jafnvel ekki sem að fara að hlusta bara aftur á nokkra þættina, sérstaklega eins og Fredríka Berger var í einum af fyrstu þáttunum og þá var svo fallegt, hún var að tala að lána taugakerfið. Og það er akkurat þetta sem þú ert að segja, bara ég er í ró og þá ert þú í ró. Þetta er alveg það sem hún átti við með að lána taugakerfið sitt. Það er í rauninni bara mitt taugakerfi hefur áhrif á þitt og þitt hefur áhrif á mitt. Einmitt. Þannig að þess vegna, og eitt af því sem ég líka, þú veist, að því að þú getur í rauninni, þú veist, ég er kannski fyrir framan einhverja manneskju sem er í, þú veist, þú sérð alveg að það er eitthvað í gangi, skilur við, þú veist, það er bara oft það er taugakerfi og þú veist, og það er eitthvað svona, þannig að ef ég róa mig niður, þú veist, ég er bara alveg, já, ok, þú veist, hvernig ég tala, hvernig ég horfa á manneskjuna, hvernig, þá get ég haft áhrif á hennar taugakerfi. Akkurat. Þú veist, að því að hún, taugakerfi hennar finnur fyrir taugakerfinu mér. Þess vegna finnst okkur líka bara svo gott að umgangast fólk sem er í jafnvægi. Já. 100%, Jesús, já. En þau eru kannski ekki, eða það er kannski ekki mikið að þeim. Ég held að það sé kannski vandamáli í dag. Einmitt, og svo líka einn sem var að tala endurræsa taugakerfið sitt, þú veist, og það er bara þetta sem þú ert kannski búin að svolítið tala fólk þarf að finna sína leið. Já, hvernig? Og það er líka oft svona sem er svona erfiðast að útskýra fyrir fólki, þú veist. Það er ekki bara bæklingur, ekki? Nei, algjörlega, og líka, þú veist, eins og þegar ég á núrstilla líkamann taugakerfinu, þá byrjaði ég alltaf á því að, þú veist, að útskýra hvað við erum að fara að gera. Svo byrjuðum við að vinna og við erum að vinna með blöðruboltan og litluboltana og vinna bara bandörnum og öndun og allt þetta. Og ég fæ alltaf þessa spurningu, þú veist, hvað ég ger þetta oft, hvað veist, og ég er alltaf bara, sko, ég get gefið þér leiðbeiningar, en ég er ekki með plan sem ég get látið þig fá, af því að þetta er eitthvað sem þú þarft að finna fyrir þig. Og þetta er oft bara svona fólk bara leið, getur ekki sagt mér bara hvað ég á að gera. Og ég veit þetta er alveg, þú veist, alveg ekki sölu hæfast þú veist, að segja þetta. Þú veist, þegar ég er að tala um fólk og útskýra fyrir fólk þegar ég er að spyrja mig námskeiði, að því að í rauninni, þetta, þú veist, ég er ekki að gefa þér gjöf ef ég segja, svona áttu að gera þetta, það eru 15 manns á námskeiði, 20 manns á námskeiði, þú veist, og ég er að segja, við ætlum að gera þetta svona oft, þú veist, og þú ætti að gera þetta svona lengi og þú veist, og það er kannski 2 af 15 sem geta nýtt sér akkurat þessa leiðbeiningar. Þannig að þetta er í rauninni það sem ég er svolítið að reyna að kenna fólki að hlusta á sinn líkama, hvað þoli ég mikið, hvað er að gefa mér, þú veist, eitthvað nýtt, eitthvað gott, þú veist, hvar er ég örugg til þess að vera að vinna, þú veist, það sem, þú veist, og eitt sem við tölum líka, og ég reyna, þú veist, að tala með fólk að því ég gefi fólki æfingar til að gera heima. Og það eru myndbönd sem fylgja sem getur verið að vinna heima og þá er ég alltaf að tala reynda að finna stað þar sem þú ert öruggur, þar sem ég líður vel, þar sem þú getur verið í friði, þar sem þú ert ekki, athyglin fer ekki út allt, lengdu fráöndunina, þannig að taktu aðeins innöndun og fráönduna að þú byrjar, þá ertu búin að róa niður taugakerfið og reyna alltaf að meðan þú ert að vinna, alls sem hvað æfinga er að hugsa, mun eftir andardrættinum og fá þess að þú sért að hlusta á líkamann. Þú veist, ekki að flýta þér, rólegheit, þú veist, ekki allar hreyfingar rólega. Þú veist, þannig að við erum í þessari vinna að reyna að tengja taugakerfið. Þannig við séum með þetta, þú veist, við séum ekki bara, nú þarf ég að fara að vinna í taugakerfinu. Og svo bara hlamma sér á gólfi og bara flýta sér að öllu, skilur ég, þú veist, það er ekki að fara að skila þér árangri. Þess að var í Fómflex fyrst, þegar það var fyrstnast á rólunum áður bara, það er ekki að vera bara, þetta var eins vont og getur og þú veist, og ég bara mun aldrei gleyma þegar fólk var að spyrja, já, en þú veist, ég finn svona doðandi fingur, já, það er flott. Þú veist, maður er alveg bara, þú veist, já, alveg frá, er það gott? Ok.
Já, bara, ég meina, þegar ég var að kenna til að byrja með, þá var fólk að mæta með gólfkúlur til að rúlla sér iljarnar. Grjótar. Ég var bara alveg, ég finn ekkert fyrir þessum boltum. Þú veist, og núna er ég alveg bara því mýkri sem boltin er og því meira sína ég þrýsta á hann og þenja hann út og þú veist, þetta er orðið svo allt annað þetta, sko. Og sérstaklega hvernig ég er farin að kenna þetta, því ég er náttúrulega farin að hugsa svo mikið taugakerfi, skilurðu, og það sem er líka svo gott er að þegar við hugsum og erum að vinna svona, alveg sem hvað þú ert að gera, eða þú ert að fara að lyfta einhverja, eða þú ert að fara að hlaupa eitthvað, og kemur ástand líkamanns, bara huga og tengingun og allt þetta og gerir eitthvað svona til þess að bæta það, þá verður árangur hann endist lengur, af því að þá er taugakerfið að taka á móti og taugakerfið tekur á móti og taugakerfið líkaminn búið að skrifa bókum þetta og allt saman. What keeps the score. Já, þú veist en þú gerir það ekki, þú ert bara þú veist, á hlaupum og ég bara, nú ætla ég að gera þetta, heldur, þú veist, þú verður svolítið svona meðvitað að fara inn í það sem þú ert að fara að gera til þess að, þú veist, að það endist og það gera þér eitthvað gott. Já, þannig við erum ekki bara að hita upp líkamann, við erum að hita upp taugakerfið. Já, við erum bara tenginguna. Tenginguna, já. Nú fá þess að tengingu í gang þegar þú ert að ræsa bílinn, þá fyrir tenging alls staðar og við þurfum að gera það saman fyrir okkur. Ég er alltaf að vera ánægðari með nafnið á hlaðvarpinu, með lífið í lúkunum. Já. Því að þú veist, algjörlega. Allir sem koma er að benda á eitthvað og þú ert að segja bara, hlusta á þig. Já. Veist, ég er með mitt líf í lúkunum, það er bara ég sem að kann á mig. Veist, ég þarf að... Og þetta er það sem ég fæ mjög oft þessa spurningi í tímum og svona alveg. Þú veist, er þetta rétt? Þú veist, ég er að finna þetta, er það rétt? Og ég er bara, já, alveg örugglega fyrir þig. Þú veist, ég bara, þú veist, eða, þú veist, er þetta nógu djúpt? Eða er þetta nógu, þú veist, fólk er að spyrja mig, þú veist, er þetta nógu fyrir mig? Og ég er alveg bara, þú þekkir þinn líkama þitt hugakerfi, þannig að þú þarft, en ég er alltaf með þetta. Þú er ekki að anda djúpt, þú er ekki að slakað, þú veist, í boltan eða, þú veist, nuttið sem við erum að gera, þú veist, og þetta á aldrei að vera sársaukafullt. Þú veist, það er bara þetta þrennt, ef þetta þrennt er í lagi, þá ertu, þú veist, góður, en þú veist, þú þarft að læra að meta í rauninni fyrir þig, þú veist, og það er rosalega algengt að ég fá fólk og ég útskýri fyrir fólk, þú veist, þegar við erum að byrja að vinna í fyrstu tímuna, þá ert að gera eitthvað nýtt, þannig að þú ert svolítið óöruggur, þannig að oft í fyrstu skiptin sem hún gerir eitthvað, þá er pínu svona spenna svona sem fylgir, en því oftar sem hún gerir æfingarnar, því meira fer að fá út úr þeim, því meira nær þú að slaka, því lengur festist þetta náttúrulega í þú veist, líkamannum, þannig að þetta er líka pínu svona, þú veist, maður þarf að gefa þessu alltaf þennan tíma fyrst til þess að þegar þú ert að gera nýjar æfingar, bara eins og allt annað, þú veist, þú ert að gera eitthvað nýtt, þá er alltaf svona pínu, þú veist, þannig að maður þarf bara vera þolinmóður og bara sýna sér mildi og hlusta og jafnvægi og finna þetta jafnvægi. Já, og jafnvægi er ekki bein lína, líka með það. Jafnvægi er öldugangur, sko. Algjörlega. Bara minnka öldugangin, ég hugsa það alltaf. Já, og eins og segi bara, þú veist, eins og þegar ég var að tala um að taugakerfið okkur er í svona rússipanna, þú veist, yfir daginn, við erum í rússipanna í gegnum lífið, þú veist, og við þurfum bara alltaf að, þú veist, hér er ég, þú veist, þessu umhverfi, á þessum stað, á þessum tíma, þú veist, og líka, og það sem mér finnst líka mjög mikilvægt að þegar maður lendir í einhverju, maður er búin að lenda, þú veist, í ýmislu, náttúrulega í gegnum ævina, en þú veist, ég er alltaf bara, það er eitthvað sem ég get lært af þessu og það er eitthvað jákvætt sem kemur alltaf úr, þú veist, allt sem ég hef, þú veist, bara lent í, þá er alltaf eitthvað jákvætt sem kemur út í því. En fyrst þegar maður er að gangi í gegnum svona, að það náttúrulega tekur, þú veist, kannski fattar maður ekki alveg, en svo bara, þú veist, sérstaklega eftir ég fór að læra allt þetta, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þegar maður fer að hlusta svona vel á taugakerfið sitt og bara svona, að þá fer maður að fatta bara, þú veist, það er alltaf eitthvað sem maður getur lært. Já, einmitt. Ég er bara síðasta ár búin að vera svona, það er ekkert bara mörg ár síðan ég fór að spá í taugakerfinu. Það er bara örstutt síðan, kannski 2 ár eða eitthvað. En þegar maður er meðvitaður þetta, þá er svo magna hvað gerist. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég, þú veist, það eru bara svo margir sem hafa verið, þú veist, leitað til minn bæði, þú veist, bara í einkatíma eða meðferðir eða hóptíma. Þú veist, þetta er bara svo fallega sögur, þetta er svo falleg samtöl, þú veist, þetta bara er eitt af því sem að, þú veist, ég var að þakka fyrir árið, þú veist, og þá, einmitt, þetta var bara það sem mér kom bara tíminn, þetta bara takk fyrir öll fallegu samtölin, af því ég bara, sérstaklega núna í ár, af því að það er búið að vera svolítið bara svona mikið, ég veit ekki hvort það er út af
ég sagði aðeins frá frænku minni og þú veist, svo margir sem að lenda í þessu, þú veist, þessu pots og allt þetta. Það hefur verið svolítið margir leitatíminn út af því, þú veist, að þetta svo fallið samtöl, þú veist, ef þetta ungir, þú veist, semst, ungt fólk, þá fæ ég oft foreldrana með og það eigum við bara þetta samtal og ég líka bara að reyna að fræða, þú veist, foreldra eða kona eða eiginmaður eða jafnvel, þú veist, systkini, bara reyna líka að kenna þeim aðeins á þennan sjúkdóm eða, þú veist, hvað í gangi með þessa manneskju, þú veist, að hún getur ekki að segja þetta, að því að umhverfið í kringum manneskjuna sjálfa þarf líka að vera skilningsrík og það oft það sem að líka vandamáli þegar að fólk lendir í, þú veist, þessu ástandi eða fær þessu sjúkdóma að það svo, fólk fattar ekki hvað að gerast. Hvað að gerast, og þannig að það verður svona, ég skil ekki, af hverju kemur þau ekki fram úr, af hverju gerur ekki þetta, af hverju er allt í einu farin að vera svona, en þú veist, ég fæ oft foreldrana bara tíminn og ég bara útskýra fyrst vakastöðin, þannig að foreldrar fá til dæmis líka bara vakastöðar útskýringu til þess að í rauninni að þau skilji líka hvað er að gerast, þannig að þau getur unni með, þú veist, manneskjunni eða einstaklingnum, bara til þess að hjálpa þeim að komast út úr þessu. Þetta er bara, sérstaklega ef þetta þú veist, ungt fólk, að stuðningurinn númer 1, 2, 3. En kannski svona í lokin, svo ég gleymi þig ekki, ég spyr alla sem koma til mér einnar spurningar, nú veit ég ekki hvort þú hafi hlustað og veit hvað ég var að segja, en ég spyr alla, hvað er heilsa fyrir þér? Vá, það búið að breyta svo rosalega mikið í gegnum árum, svo gaman ofta að hugsa þetta, því ég stundum verið að hugsa þetta sjálf. Sko. Hvað er hún í dag og hvað var hún fyrir Sigrúnu fyrir 20 árum? Sko, fyrir 20 árum var hún náttúrulega bara hraði, þú veist, bara, þú veist, mikil hreyfing, þú veist, bæta hlaupin, lyfta meira, þú veist, bara einhvern veginn, já, það var rosalega mikil hraði, en þú veist, en mér leiði vel þannig, sko, þú veist, þannig að, þú veist, á þeim tíma þá var það bara eitthvað sem nærði mig, sko. En núna þetta bara, þú veist, eins og ég segi upp orðið mitt jafnvægi, þú veist, þannig að í dag ég bara svolítið að vinna með að hlusta, þú veist, á mig, hvernig líður mér, þú veist, rosa mikið tenging við, þú veist, fjölskylduna, það svona búið að vera svolítið svona eitthvað sem ég hef lagt mikla áherslu á síðustu ár. Svo bara finnst mér alveg ótrúlega nærandi að vera að vinna með fólki, þú veist, þannig að þessi námskeið og þeir sem leita til mín náttúrulega bara, þú veist, nærir mig alveg þvílíkt, sko, þannig að það rauninni bara, þú veist, eitthvað sem gefur mér góða heilsu, þú veist, að geta vera, já, þú veist, mér finnst rosalega erfitt að kalla þetta vinnu, af því þetta svona, en dásamlegt, þannig á það náttúrulega bara að vera. Já, ég bara alveg ótrúlega þakklátt að að maður að vera á þessum stað í dag, þú veist, af því þetta einhvern veginn bara. Þannig þú ert duglega að sinna ráðunum sem þú ert að gefa. Já, ég reyni það, en auðvitað, þú veist, maður hlustar aldrei nógu vel á sjálfan sig. Já. Nei, þú veist. En ég búin að læra alveg heilan helling, skilurðu, þú veist, bara eins og, og það sem mér finnst líka allt svo gaman á þessu námskeiðum og viðtölum og allt það sem ég læra allt svo mikið á þessu sjálf, fyrir mig, þú veist. Og mér finnst það líka, þú veist, svo dásamlegt. Og svo margir sem koma til mín og leita til mín og þakka mér og ég alltaf bara, þú veist, þið veit ekki hvað þið að gefa mér, þú veist. Mér finnst það allt svo dásamlegt, ég fæ allt svo mikið út þessu sjálf. Er eitthvað í lokin? Nei, bara, já, ég bara vonar. Já, bara hlustiði bara á ykkar líkama og bara reynið að finna eitthvað sem að næra ykkur, þú veist, það bara það sem mér, þú veist, sem ég að reyna, já, komið sér að kenna öllum mínu fólki á þeim sem leita til mín, það bara þetta að hlusta sjálfa, þú veist, vera þolinmóð eða þolinmóður eða þolinmótt, maður veist að, og já, þetta bara, og þessu, já, þetta orðið jafnvægi finnst mér bara alltaf að vera svo mikilvægt, að fólk átti að segja að við þurfum að finna jafnvægi innan okkur. Og kannski líka bara átti að segja hvað jafnvægi? Já, fyrir þig, fyrir og, og það það sem að það ekki þetta sama kannski fyrir mig og þig, Nei. Eins og þú veist að segja á þann, sem geta gert meira en aðrir og þið þurfið ekki að bera sér saman. Nei, og líka bara, þú veist, finna bara hvað, já, eins og ég segi, það sem nærir þig, að því að, þú veist, það bara þegar kom einhver svona trend, þú veist, það allir að gera eitthvað, þú veist, og ég ætla ekkert að nefna
þú veist, það sem er svona endur. Sérstaklega hérna á Íslandi. Já, Bara við erum svo það er lítil mjög, þjóð. já, en fólk er stundum að gera hluti sem að, þú veist, þess er að gera þetta, eða hjörðin er að gera þetta, ég ætla að gera þetta líka, en þetta er ekkert, þú veist, þetta er ekkert að næra þig, þú veist, þá er maður alveg bara, þú veist, ekki, þú veist, settu orkuna þína og tímann þinn í eitthvað sem að, þú veist, nærir þig, þó að það sé ekki, þú veist, það sem allir er að gera, þá samt er að gera það, og það er, já, og ég er allavega búin að læra það, ég var einu sinni með markmið að ég ætla að vera búin að hlaupa maraþon áður en ég var fertug. Ég hljóp 21 kilometrar og ég bara, ok, þetta er bara nóg. Já. Þetta er nóg fyrir mig. Já. Og ég var bara alveg, þú veist, og ég var bara alveg, og mér fannst þetta bara svo dásamlegt, ég var bara komin einhvern veginn á þann stað þá. Þú veist, þetta var, 2 árum áður en ég var fertug, eða 1 ára og ég man ekki alveg hvað stutt í það. En ég var alveg bara, ég sætti mig alveg við það. Þú veist, þetta er alveg bara, 21 er bara mjög gott, þú veist, fyrir mig. Og, þú veist, þannig að það er alveg allt í lagi þótt að maður sé ekki. Já, markmið með að breytast. Markmið með að breytast og bara það er alveg, og þau eiga að breytast. Þú veist, já, og ég bara, þú veist, hvort sem það er að þau verða stærri eða ég þarf að færa þau eitthvað. Það er bara, maður á bara að hlusta hvar er ég á þessum, að því að margir gera þessi langtíma markmið, en það sem þú ert eftir 10 ár, þú veist, það er svo mikið sem búið að gerast þarna á milli. Þannig að þú veist, maður á ekki að vera eitthvað, já, en ég setti mér þetta markmið fyrir 10 árum síðan. Ég ætla, þú veist, maður er alveg, já, en hugsa aðeins hvað búið að vera að gerast þannig í millitíðinni, þú veist, kannski þarf þetta eitthvað aðeins að, bara fyrir þig, þannig að þér líði vel. Það snýst allt það. Já, það er númer 1, 2 og 3, að þér líði vel. Ég held að. Heyrðu, áður en ég kveð þig, það er ég með smá gjafapoka sem Heilsuhyllan tók saman fyrir þig og þetta er mjög viðeigandi af því að þetta er Magnesium Sleep svona baðsalt og líka til að bera á þig. Dásamlega. Frá Better You sem eru dásamlega vörur. Þetta eru besta Magnesium saltið sem ég nota, ég kaupi alltaf frá þeim. Æðislegt. Og svo er þetta nýtt frá New Nordic, Quality Sleep and Nerve Rest. Yes. Það er spennandi að heyra hvað það finnst. Og svo fyrir þarmaflórana, þetta er að nýjasta fyrir góðgerðlana. Gekkja. Já, þannig að þú bara, dásamlegt. Það er upplýsingar um þetta Æ, takk fyrir mig. Já, bara takk fyrir. Og þetta eftir að fara vel með á akurstugaræfingunum mínu. Er það ekki? Já, heldur betur. Fyrir verkfærakistuna þína. Algjörlega. Takk Fótabað, getum við ekki mælt með því? Jú, heldur betur. Bað. Já, nákvæmlega. En ég segi bara takk enn og aftur fyrir að gefa þér tíma og koma að vera hérna með mér. Þetta var dásamlegt, þetta var æðislega samtal. Og bara gangið þér rosa vel með allt þitt. Ég hlakka til að fylgjast með því sem þú ert að gera og ég vona bara að sem flestir fari aðeins að líta inn á við meira. Það er aldrei hægt að gera of mikið að því og vera meðvitaðri hvernig mann líður og hvað er hægt að gera í því. Algjörlega. Ef mann líður bara að hlusta sjálf á sig. Nákvæmlega. Það er bara takk í dag. Takk. En áður en ég kveð ykkur í dag þá langar mig að sjálfsögðu að hvetja ykkur þess að fylgja hlaðvarpinu þar sem þið eru að hlusta, hvort sem eru á Spotify, Apple Podcasts eða einhverjum öðrum svona hlaðvarpsveitum, að smella bara á follow af því þá fáið líka tilkynningu þegar nýr þáttur fer í loftið. Og svo þætti mér náttúrulega rosalega vænt þið myndu fylgja mér á Heilsu Erla á Instagram og þar er ég líka með í Close Friends fyrir þá sem vilja fylgjast með æfingunum mínum fyrir Evrópumótið sem er næsta sumar og HM vonandi í haust að þá setja ég inn æfingamyndbönd en ég setu bara í Close Friends en allir eru velkomnir þangað þau þurfum bara að senda mér skilaboð. Ég vil ekki vera að henda þessu út á alla en ég veit að þeir sem hafa áhuga á að fylgjast með það er gaman að geta deilt þessu með ykkur. En ég segi bara takk fyrir í dag, þangað til næst. Bless bless!